Postulasagan, 1. kafli. Fyrri sögu mína, Þeófílus, samdi ég allt sem Jesús gerði og kendi frá upphafi. Allt til þess dags hann varð uppnuminn. Áður hafði hann gefið postulunum, sem hann hafði valið með heilugum anda, fyrirmæli sín. Hann birtist þeim eftir dauða sinn og sýndi þeim með órækum sönnunum að hann lifði. Hann lét þá sjá sig í 40 daga og talaði Guðs ríki. Jesús neytti matar með þeim, bauð hann þeim að fara ekki burt úr Jerúsalem, heldur bíða eftir því sem Faðirinn gaf fyrirheitum. Og þér hafið heyrt mig tala því að Jóhannes skírði með vatni, en þér skuluð skírðir verða með heilugum anda, nú innan fárra daga. Meðan þeir voru saman, spurðu þeir hann: Drottinn, ætlar þú á þessum tíma að endurreisa ríkið handa Ísrael? Hann svaraði: Ekki það yðar að vita tíma eða tíðir sem Faðirinn hefur sjálfur ákveðið. En þér munu öðlast kraft heilagur andi kemur yfir yður, og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdeu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Þegar hann hafði mælt þetta, varð hann uppnuminn að þeim sjáandi og ský huldi hann sjónum þeirra. Þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu 2 menn í hvítum klæðum og sögðu: Galíleumenn, hví standið þér og horfið til himins? Þessi Jesús, sem varð uppnuminn frá yður til himins, mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Þá sneru þeir aftur til Jerúsalem frá Olíufjallinu, sem svo nefnt og í nánd við Jerúsalem, hvíldardagsleið þaðan. Þeir komu þangað, fóru þeir upp í loftstofuna þar sem þeir dvöldust. Það voru þeir Pétur og Jóhannes, Jakob og Andrés, Filippus, Tómas, Bartólómeus, Matteus, Jakob Alfeusson, Símon vandlætari og Júdas Jakobsson. Konurnar voru einnig með þeim og María móðir Jesú og bræður hans. Öll voru þau með einum huga, stöðug í bæninni. Á þessum dögum stóð Pétur upp með lærisveinana. Þar var saman kominn flokkur manna, 120 að tölu. Hann mælti: Systkinn, rætast hlaut það sem heilagur andi sagði fyrir munn Davíðs í heilagri ritningu Júdas, sem vísaði leið þeim tóku Jesú höndum. Hann var í okkar hópi og honum var falin sama þjónusta. Hann keypti landspildu fyrir launin sem hann fékk fyrir ódæðið sitt, steyptist á höfuðið og brast sundri í miðju, svo að iðrin öll lágu úti. Þetta var kunnugt öllum Jerúsalembúum og spilda súkölluð Akeldamak á tungu þeirra. Það blóðreitur. Ritað í sálmunum: Bústaður hans skal í eyði verða, enginn skal í honum búa, og annar taki embætti hans. Einhver þeirra manna sem með okkur voru alla tíð meðan drottinn Jesús gekk inn og út á meðal okkar, allt frá skírn Jóhannesar til þessa dags hann varð uppnuminn frá okkur, verður nú að gerast vottur upprisu hans ásamt okkur. Menn völdu 2, Jósef, kallaðan Barsabas, öðru nafni Justus, og Mattías. Báðust fyrir og sögðu: Drottinn, þú sem þekkir hjörtu allra, sýn þú hvort þessara þú hefur valið til að taka við þessari þjónustu og postuladómi sem Júdas vék frá til að fara til síns eigin staðar. Þeir hlutuðu þá og kom upp hlutur Mattíasar. Var hann tekinn í tölu postulana með þeim 11.
Postulasagan, 2. kafli. Þá upp var runnin hvítasunnudagur, voru allir samankomnir á einum stað. Varð þá skyndilega gnýr af himni, eins og óveður væri að skella á, og fyllti allt húsið þar sem þeir voru. Þeim birtust tungur eins og af eldi væru, hvísluðust og settust á hvert og eitt þeirra. Allir fylltust heilugum anda og tóku að tala öðrum tungum, eins og andinn gaf þeim að mæla. Í Jerúsalem dveldust gyðingar, guðræknir menn frá öllum löndum undir himninum. Þetta hljóð heyrðist, kom allur hópurinn saman. Þeim brá mjög við, því að hver og einn heyrði þá mæla á sína tungu. Menn voru frá sér af undrun og sögðu: Eru þetta ekki allt Galíleumenn sem hér eru að tala? Hvernig má það vera að við, hvert og eitt, heyrum þá tala okkar eigið móðumál? Við erum Partar, Metar og Elamítar. Við erum frá Mesópótamíu, Júdeu, Kappadókíu, Pontus og Asíu, frá Fríkíu og Pamfílíu, Egyptalandi og Líbíubyggðum við Kýrene. Og við sem hingað erum flutt frá Róm. Hér eru bæði gyðingar og þeir sem tekið hafa trú gyðinga, Kríteyingar og Arabar. Við heyrum þá tala á tungum okkar stórmerki Guðs. Allir voru furðu lostnir og ráðalausir og sögðu hver við annan: Hvað getur þetta verið? En aðrir höfðu að spotti og sögðu: Fólkið drukkið af sætu víni. Þá steig Pétur fram og þeir 11 og hann hóf upp raust sína og mælti til þeirra: Gyðingar og allir Jerúsalembúar, þetta skuluð þið vita, ljáið eyru orðum mínum. Eigi eru þessir menn drukknir eins og þið ætlið, enda aðeins komin dagmál. Hér að rætast það sem spámaðurinn Jóel segir. Það mun verða á efstu dögum, segir Guð, að ég mun úthella anda mínum yfir alla menn. Synir yðar og dætur munu spá, ungmenni yðar munu sjá sýnir og aldraða yðar á meðal mun dreyma. Jafnvel yfir þræla mína og ambáttir mínar mun ég á þeim dögum úthella anda mínum og þau munu spá. Og ég mun láta undur verða á himnum uppi og tákn á jörðu niðri, blóð, eld og reykjarmökk. Sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð, áður en dagur drottins kemur, hinn mikli og dýrlegi. En hver sá sem ákallar nafn drottins mun frelsast. Ísraelsmenn, heyrið þessi orð. Jesús frá Nasaret var maður sem kom til ykkar frá Guði. Guð sannaði ykkur það með því að láta hann gera kraftaverk. Undur og tákn meðal ykkar eins og þið vitið sjálfir. Hann fengu þið framseldan eins og Guð vissi fyrir og felldi að áætlun sinni og þið létuð lögleysingjana negla hann á kross og taka af lífi. En Guð leysti hann úr dauðans böndum og reisti hann upp. Enda gat það aldrei orðið að dauðinn fengi haldið honum. Því að Davíð segir hann: Ávalt hafði ég drottinn fyrir augum mér. Hann mér til hægri handar svo að mér sé borgið. Fyrir því gladdist hjarta mitt og tunga mín fagnaði. Meira að segja mun líkami minn hvílast í von. Því að ekki munt þú skilja sálu mína eftir í helju. Og eigi láta þinn heilaga verða rotnun að bráð. Kunna gerðið þú mér lífsins vegu og návist þín fyllir mig fögnuði. Systkin, óhyggað getið talað við ykkur ættföðurinn Davíð. Hann dó og var grafinn og leiði hans til hér allt til þessa dags. En hann var spámaður
og vissi að Guð hafði með eiði heitið honum að setja einhver niðja hans í hásæti hans. Því var það upprisa Krists sem hann sá fyrir þegar hann sagði: Ekki varð hann eftir skilin í helju og ekki var líkami hans rotnun að bráð. Þennan Jesú reisti Guð upp og erum við allir vottar þess. Nú er hann hafinn upp til hægri handar Guðs og hefur af föðurnum tekið við heilugum anda sem fyrirheitið var og útelt honum eins og þið sjáið og heyrið. Ekki steig Davíð upp til himna, en hann segir: Drottinn sagði við minn drottinn: Setið mér til hægri handar, þangað til ég geri óvinni þína að fótskör þinni. Með öruggri vissu viti þá öll Ísraels ætt að þennan Jesú sem þið krossfestuð hefur Guð gert bæði að drottni og Kristi. Menn heyrðu þetta var sem stungið væri í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hina apostolana: Hvað eigum við að gera, bræður? Pétur sagði við þá: Takið sinnaskiptum og látið skýrast í nafni Jesú Krists, svo að þið öðlist fyrirgefningu syndana og gjöf heilags anda. Því að ykkur er ætlað fyrirheitið, börnum ykkar og öllum þeim sem í fjarlægð eru, öllum þeim sem Drottinn Guð vor kallar til sín. Og með öðrum fleiri orðum brýndi hann þá og hvatti og sagði: Látið frelsast frá þessari rangsnúnu kynslóð. En þau sem veittu orði hans viðtöku tóku skírn, og þann dag bættust við 3000 sálir. Þau ræktu trúlega uppfræðslu postulana og samfélagið, brotning brauðsins og bænirnar. Ótta setti að hverjum manni, en mörg undur og tákn gerðust fyrir hendur postulana. Allir þeir sem trúðu héldu hópinn og höfðu allt sameiginlegt. Menn seldu eigur sínar og muni og skiptu meðal allra eftir því sem hver hafði þörf á. Daglega komu menn saman með einum huga í helgidóminum, brutu brauð í heimahúsum, neittu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum, en Drottinn bætti daglega við í hópinn, þeim er frelsast létu. Postulasagan, 3. kafli. Pétur og Jóhannes gengu upp í helgidóminn til síðdegisbæna. Þá var þangað borinn maður, lami frá móðurlífi, daghvern var settur við þær dyr helgidómsins sem nefndar eru fögrudyr, til að beiðast ölmusu af þeim inngengu í helgidóminn. Hann sá þá Pétur og Jóhannes á leiðin í helgidóminn, baðst hann ölmusu. Þeir horfðu fast á hann og Pétur sagði: Lít þú á okkur. Hann starði á þá í vonum að fá eitthvað hjá þeim. Pétur sagði: Silfur og gull á ég ekki, en það sem ég hef, það gef ég þér. Í nafni Jesú Krists frá Nasaret, datt upp og gakk. Og hann tók í hægri höndunum og reisti hann upp. Jafn skjótt urðu fætur hans og ökklar styrkir. Hann spratt upp, stóð í fætur og tók að ganga. Hann fór inn með þeim í helgidóminn, gekk og stökk og lofaði Guð. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God.
Allt fólkið sá hann ganga og lofa Guð. Menn könnuðust við að hann var sá hafði setið fyrir fögrudyrum helgidómsins til að beiðast ölmusu. Urðu þeir furðu lostnir og frá sér numdir af því sem fram við hann hafi komið. Maðurinn hélt sér að Pétri og Jóhannesi og þá flykktist allt fólkið furðu losti til þeirra í súlnagöngin sem kennd við Salómon. Þegar Pétur sá það, ávarpaði hann fólkið. Ísraelsmenn, hví furðar ykkur á þessu eða hví starið þið á okkur eins og við hefðum af eigin mætti eða guðrækni komið því til leiðar að þessi maður gengur. Guð forfeðra vorra, Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs, hefur gert þjón sinn Jesú dýrlegan. Sama Jesú sem þið framselduð og afneituðuð frammi fyrir Pílatusi, hann hafði ályktað að láta hann lausan. Þið afneituðuð hinum heilaga og réttláta, en beittust að mandrabari yrði ykkur gefin. Þið líflétuð höfðingja lífsins, en Guð uppvakti hann frá dauðum og að því erum við vottar. Trúin á nafn Jesú gerði þennan mann sem þið sjáið og þekkið styrkan. Nafn hans og trúin sem hann gefur veitti manninum þennan albata fyrir augum ykkar allra. Nú veit ég, systkin, að þið gerðu það af vanþekkingu, sem og höfðingjar ykkar. En Guð lét þannig rætast það sem hann hafði látið alla spámennin að boða, að Kristur hans skyldi líða. Takið því sinnaskiptum og snúið ykkur til Guðs, svo að hann afmái syndir ykkar. Þá mun Drottinn láta upprenna endurlífgunartíma og hann mun senda Krist sem ykkur fyrirhugaður, sem Jesús. Hann á að vera í himninum allt til þess tíma þegar Guð endurreisir alla hluti, eins og hann hefur frá aldaöðli látið heilaga spámenn sína boða. Móse sagði: Spámann líkan mér mun Drottinn Guð ykkar, kalla fram úr hópi bræðra ykkar. Á hann skuluð þið hlýða í öllu hann talar til ykkar. Og sérhver sá sem hlýðir ekki á þennan spámann skal upprættur verða úr samfélagi Guðs. Allir spámennirnir, Samúel og þeir sem á eftir komu, allir þeir sem talað hafa, boðuðu og þessa daga. Þið eruð börn spámannanna og eigið hlut í sáttmálanum sem Guð gerði við forfeður ykkar, hann sagði við Abraham: Af þínu afkvæmi skulu allar ættkvíslir jarðarinnar blessun hljóta. Guð hefur reist upp þjón sinn og sent hann fyrst til ykkar, til að blessa ykkur og snúa hverju ykkar frá vondri breytni sinni. Postulasagan, 4. kafli. Meðan þeir Pétur og Jóhannes voru að tala til fólksins, komu að þeim prestarnir, varðforingi helgidómsins og saddúkearnir. Þeir voru æfir yfir því að postularnir voru að kenna fólkinu og boða upprisuna frá dauðum í krafti Jesú. Lögðu þeir hendur á þá og hneftu þá í varðhald til næsta morguns því að kvöld var komið. En mörg þeirra, heyrt hefðu orðið, tóku trú og tala karlmannanna einna varð 5.000. Morgunin eftir komu höfðingjarnir, öldungarnir og fræðimennirnir saman í Jerúsalem. Þar voru Annas, æðstiprestur, Kæfas, Jóhannes, Alexander og allir sem voru af æðstapressættum. Þeir létu leiða postulana fram og spurðu þá: Með hvaða krafti eða í hvers nafni gerðu þið þetta? Þá sagði Pétur við þá, fylltur heilugum anda: Höfðingjar þjóðar okkar og öldungar, með því að við eigum í dag að svara til saka vegna góðverks við sjúkan mann og gera grein fyrir því hvernig hann sé orðinn heill, þá sé ykkur öllum kunnugt og öllum Ísraels líð að í nafni Jesú Krists frá Nasaret, þess þið krossfestuð, en Guð uppvakti frá dauðum, í hans nafni stendur þessi maður heilbrigður fyrir augum ykkar. Jesús steinninn sem þér, húsasmiðirnir, virtuð einskis. Hann orðinn að hyrningarsteini. Ekki hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað okkur. Þegar ráðsherrarnir sáu djörfung Péturs og Jóhannesar og skildu að þeir voru ekki lærðir, heldur óbrotnir alþýðu menn, undruðust þeir. Þeir könnuðust við að þeir höfðu verið með Jesú. Og þeir sáu mannin sem læknaður hafði verið standa hjá þeim, máttu þeir ekki í mót mæla. Þeir skipuðu þeim að ganga út frá ráðinu, tóku saman ráð sín og sögðu: Hvað eigum við að gera við þessa menn? Því að öllum Jerúsalembúum það ljóst að þeir hafa gert ótvírætt tákn. Við getum ekki neitað því. Þetta má ekki berast frekar út meðal fólksins. Við skulum því hóta þeim hörðu,
svo að þeir tali aldrei framar í þessu nafni við nokkur. Síðan kölluðu þeir þá fyrir sig og skipuðu þeim að hætta með öllu að tala í Jesú nafni. Pétur og Jóhannes svöruðu: Dæmið sjálfir hvort það sé rétt í augum Guðs að hlýðnast ykkur fremur en honum. Við getum ekki annað en tala það sem við höfum séð og heyrt. En þeir ógnuðu þeim enn frekar og slepptu þeim síðan, þar sem þeir sáu enga leið vegna fólksins að hegna þeim, því allir lofuðu Guð fyrir þennan atburð. En maðurinn sem læknast hafði með þessu tákni var yfir fertugt. Pétri og Jóhannesi hafði verið sleppt, fóru þeir til sinna manna og greindu þeim frá öllu því sem æðstuprestarnir og öldungarnir höfðu talað við þá. Þegar þeir heyrðu það, hófu þeir einum huga raust sína til Guðs og sögðu: Drottinn, þú sem gerðir himinn, jörð og haf og allt sem í þeim er. Þú sem lést heilagan anda mæla af munni Davíðs, föður vors, þjóns þíns. Hví geysuðu heiðingjarnir og hví brugguðu þjóðirnar fánýt ráð. Konungar jarðarinnar risu upp og höfðingjarnir söfnuðu saman gegn drottni og gegn hans smurða. Því að sannarlega söfnuðust þeir saman í þessari borg, Herodes og Pontius Pílatus, ásamt gyðingum og heiðingjunum, gegn hinum heilaga þjóni þínum Jesú þú smurðir. Þeir gerðu það sem þú hafðir áður fyrirhugað og ákveðið að gerast skyldi. Og nú, drottinn, lít á hótanir þeirra og veit þjónum þínum fulla djörfung að tala orð þitt. Rétt þú hönd þína til að lækna og lát tákn og undur verða fyrir nafn Jesú, þíns heilaga þjón. Þegar menn höfðu beðist fyrir, hræriði staðurinn þar sem þeir voru samankomnir og þeir fylltust allir heilugum anda og töluðu orð Guðs af djörfung. En í þeim fjölda sem trú hafði tekið var eitt hjarta og ein sál og enginn þeirra taldi neitt vera sitt hann átti, heldur höfðu menn allt sameiginlegt. Postularnir báru vitni upprisu drottins Jesú með miklum krafti og mikil náð var yfir þeim öllum. Eigi var heldur neitt þurfandi meðal þeirra, því að allir landeigundur og húseigundur seldu eign sína, komu með andvirðið og lögðu fyrir fætur postulanna, og sérhverjum var úthlutað eftir því sem hann hafði þörf til. Jósef, levíti frá Kýpur, sem postularnir kölluðu Barnabas, það þýðir huggunar sonur, átti sáðland og seldi, kom með verðið og lagði fyrir fætur postulanna. Postulasagan, 5. kafli. En maður nokkur, Ananías að nafni, seldi ásamt Saffíru konu sinni eign og dró undan að verðinu með vitund konu sinnar, en kom með nokkuð af því og lagði fyrir fætur postulana. En Pétur mælti: Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt svo að þú laugst að heilugum anda og dróst undan að verði lands þíns? Var landið ekki þitt meðan þú áttir það og var ekki andvirðið þess á þínu valdi? Hvernig gastu þá látið þér hugkvæma slíkt tiltæki? Ekki hefur þú logið að mönnum, heldur Guði. Þegar Ananías heyrði þetta, féll hann niður, gaf upp öndina og miklum ótta sló á alla þá sem heyrðu. En ungu mennirnir stóðu upp og bjuggu hann, báru hann út og jörðuðu. Að liðnum svo sem 3 stundum kom kona hans inn og vissi ekki hvað við hafði borið. Þá spurði Pétur hana: Segðu mér, seldu þið jörðina fyrir þetta verð? En hún svaraði: Já, fyrir þetta verð. Pétur mælti þá við hana: Hvernig gátu þið komið ykkur saman að storka anda drottins? Þú heyrir við dyrnar fótatak þeirra sem greftruðu mann þinn, þeir munu bera þig út. Jafnskjótt féll hún niður við fætur hans og gaf upp öndina. Ungu mennirnir komu inn, fundu hana andaða, báru út og jörðuðu hjá manni hennar. Og miklum ótta sló á allan söfnuðinn og alla sem heyrðu þetta. Fyrir hendur postulanna gerðust mörg tákn og undur meðal fólksins. Allur söfnuðurinn kom einum huga saman í súlnagöngum Salómons. Fólkið virti þá mikils, en enginn þorði að umgangast þá.
og enn fleiri karlar og konur trúðu á Drottinn og bættust við söfnuðinn. Menn báru jafnvel sjúka út á strætin og lögðu það á rekkjur og börur ef verða mætti Pétur gengi hjá að alltjent skugginn af honum fjalli á einhvern þeirra. Einnig kom fjöldi fólks frá borgunum umhverfis Jerúsalem og flutti með sér sjúka menn og þjáða af óhreinum öndum. Þeir læknuðust allir. Þá hófst æðstipresturinn handa og Saddúkeaflokkurinn sem fylgdi honum. Fullir ofstækis létu þeir taka postulana höndum og varpa í fangelsið. En engill Drottins opnaði nóttina dyr fangelsisins, leiddi þá út og sagði: Farið í helgidóminn og flytið fólkinu öll þessi lífsins orð. Þeir hlýddu og fóru í dögun í helgidóminn og kenndu. Nú kom æðstipresturinn og hans menn, kölluðu saman ráðið, alla öldunga Ísraels og sendu þjóna til fangelsisins að sækja postulana. Þeir komu í fangelsið og fundu þá ekki, sneru aftur og skýrðu svo frá. Fangelsið fundu við að öllu tryggilega læst og varðmennirnir stóðu fyrir dyrum, en við lukum upp, fundum við engan inni. Þegar varðforingi helgidómsins og æðstuprestarnir heyrðu þetta, urðu þeir ráðþrota og skildu ekki hvað var að gerast. En þá kom maður og bar þeim þessa frétt: Mennirnir sem þið settuð í fangelsið standa í helgidóminum og eru að kenna fólkinu. Þá fór varðforinginn með þjónunum og sótti þá. Beittu þeir samt ekki hörku, því þeir óttuðust að fólki grýtti þá. Þegar þeir voru komnir með þá, leiddu þeir þá fram fyrir ráðið og æðstipresturinn tók að yfirheyra þá og sagði: Við bönnuðum ykkur stranglega að kenna í þessu nafni og nú hafið þið fyllt Jerúsalem með kenningu ykkar og viljið að blóð þessa manns bitni á okkur. En Pétur og hinir postularnir svöruðu: Framar ber að hlýða Guði en mönnum. Guð forfeðra vora hefur uppvakið Jesú sem þið hengduð á tré og tókuð af lífi. Guð hefur hafið hann sér til hægri handar og gert hann að höfðingja og frelsara til að veita Ísrael afturhvarf og fyrirgefningu synda sinna. Við erum vottar alls þessa og heilagur andi sem Guð hefur gefið þeim honum hlýða. Þegar ráðsherrarnir heyrðu þetta, fylltust þeir bræði og hugðust deyða þá. Reis þá upp í ráðinu farísei nokkur, Gamalíel að nafni, kennari í lögmálinu, vel metinn af öllum. Hann bauð að mennirnir væru látnir fara út stundarkorn. Síðan sagði hann: Ísraels menn, athugið vel hvað þið gerið við þessa menn. Ekki alls fyrir löngu kom Þefdas fram og þóttist vera eitthvað. Hann aðhylltust 400 manns, en hann var drepinn og allir þeir sem fylgdu honum tvístruðust og hurfu.
Eftir hann kom fram Júdas frá Galíleu á dögum skrásetningarinnar og sneri fólki til fylgis við sig. Hann fórst líka og þeir dreifðust allir sem fylgdu honum. Og nú segi ég ykkur, látið þessa menn eiga sig og sleppið þeim. Sé þetta ráð eða verk frá mönnum, verður það að engu. En sé það frá Guði, þá megnið þið ekki að yfirbuga þá. Eigi má það verða að þið berjist við sjálfan Guð. Þeir fjallust á mál hans, kölluðu apostulana, húðstrýktu þá, bönnuðu þeim að tala í Jesú nafni og létu þá síðan laus. Þeir fóru burt frá ráðinu, glaðir yfir því að þeir höfðu verið virtir þess að þola háðung vegna nafns Jesú. Létu þeir eigi af að kenna dag hvern í helgidóminum og í heimahúsum og boða fagnaðarerindið að Jesús sé Kristur. Postulasagan, 7. kafli. Á þessum dögum lærisveinum fjölgaði, fóru grískumælandi menn að kvarta yfir því að hebreskir settu ekkjur þeirra hjá við daglega úthlutun. Hinir 12 kölluðu þá lærisveinahópinn saman og sögðu: Ekki hæfir að við hverfum frá boðun Guðs orðs til að þjóna fyrir borðum. Finnið því systkin 7 vel kynnta menn úr ykkar hópi sem fullir eru anda og visku. Munum við setja þá yfir þetta starf. En við munum helga okkur bæninni og þjónustu orðsins. Öll samkoman gerði góðan róm að máli þeirra og kaus hún Stefán sem var gagntekinn af trú og heilugum anda, Filipus, Prókorus, Nikanor, Tímon, Parmenas og Nikolás frá Antíokkíu sem tekið hafði gyðingatrú. Söfnuðurinn lét leiða þá fram fyrir postulana sem báðust fyrir og lögðu hendur yfir þá. Orð Guðs breytist út og tala lærisveinana í Jerúsalem fór stórum vaxandi. Einnig snerist mikill fjöldi presta til hlýðni við trúna. Stefán var fullur af náð og krafti og gerði undur og tákn mikil meðal fólksins. Þá komu til nokkrir menn úr svonefndri leysingjasamkundu. Þeir voru frá Kýrene og Alexandríu, en aðrir frá Kilikíu og Asíu og tóku að þrátta við Stefán. En þeir gátu ekki staðið gegn þeirri visku og anda sem hann talaði af. Þá fengu þeir menn nokkra til að segja: Við höfum heyrt hann tala lastmæli gegn Móse og Guði. Þeir æstu upp fólkið, öldungana og fræðimennina og þeir veittust að honum, gripu hann og færðu hann fyrir ráðið. Þá leiddu þeir fram ljúgvotta sögðu: Þessi maður talar sífellt gegn þessum heilaga stað og lögmálinu. Við höfum heyrt hann segja að þessi Jesús frá Nasaret muni brjóta niður musterið og breyta þeim siðum sem Móse hefur sett okkur. Allir sem í ráðinu sátu störðu á hann og sáu að ásjóna hans var sem engils ásjóna. Postulasagan, 7. kafli. Þá spurði æðstipresturinn: Þessu svo farið? Stefán svaraði: Heyrið mig, bræður og feður. Guð dýrðarinnar birtist föður vorum Abraham, hann var enn í Mesopotamíu, áður en hann settist að í Haran, og sagði við hann: Far þú burt úr landi þínu og frá ættfólki þínu til landsins sem ég mun vísa þér á. Þá fór hann burt úr Kaldealandi og settist að í Haran. En eftir lát föður hans leiddi Guð hann þaðan til þessa land sem þið nú byggið. Ekki gaf hann honum óðal hér,
ekki eitt þverfett. En hann hét honum að gefa honum landið til eignar og niðjum hans eftir hann, þótt hann væri enn barnlaus. Guð sagði að niðjar hans myndu búa sem aðkomumenn í ókunnu landi og verða þjáðir og þrælkaðir í 400 ár. En þjóðinni sem þrælkar þá mun ég refsa, sagði Guð, og eftir það munu þeir fara þaðan og þjóna mér á þessum stað. Guð gaf honum sáttmála umskurnarinnar. Síðan gat Abraham Ísak og umskar hann á 8. degi og Ísak gat Jakob og Jakob ættfeðurna 12. Og ættfeðurnir öfunduðu Jósef og seldu hann til Egyptalands. En Guð var með honum, frelsaði hann úr öllum þrengingum hans og veitti honum visku og lét hann á hilli faraós svo að hann skipaði hann höfðingja yfir Egyptalandi og öllum eigum sínum. Nú kom hallari á öllu Egyptalandi og Kanaan og mikil þrenging og feðurvorir höfðu ekki lífsbjörg. En Jakob heyrði að korn væri til á Egyptalandi, sendi hann forfeðurvora þangað hið fyrra sinn. Og í síðara skiptið gaf Jósef sig fram við bræður sína og faraó var kunn ætt Jósefs. En Jósef sendi eftir Jakobi föður sínum og öllu ættfólki sínu 75 manns og Jakob fór suður til Egyptalands. Þar andaðist hann og forfeðurvorir. Þeir voru fluttir til Síkem og lagðir í grafreitin Abraham hafði keypt fyrir silfur af sonum Hemors í Síkem. Nú tók að nálgast sá tími ræta skildi fyrirheitið sem Guð hafði gefið Abraham. Fólkinu hafði fjölgað og það margfaldast í Egyptalandi. Þá hófst til ríkis þar annar konungur eigi vissi skinn á Jósef. Hann beitti kyn okkar slægð og lék forfeður voru illa. Hann lét þá bera út ungbörn sín til þess að þjóðin skildi eigi lífi halda. Þessar mundir fættist Móse og var forkunnar fríður. 3 mánuði var hann fóstraður í húsi föður síns. En hann var útborinn, tók dóttir faraós hann og fóstraði sem sinn son. Móse var fræddur í allri speki Egypta og hann var máttugur í orðum sínum og verkum. Þegar hann var fertugur að aldri, kom honum í hug að vitja ættmenna sinna Ísraelsmanna. Hann sá einn þeirra verða fyrir ójöfnuði og rétti hlut hans, hefndi þess sem meingjörðina þoldi og drap Egyptan. Hann hugði að bræður hans myndu skilja að Guð ætlaði að nota hann til að bjarga þeim, en þeir skildu það ekki. Næsta dag kom hann þar að sem 2 þeirra slógust. Hann reyndi að stilla til friðar með þeim og sagði: Góðir menn, þið eruð bræður, hví eigist þið illt við? En sá sem beitti náunga sinn órétti hratt honum frá sér og sagði: Hver skipaði þig höfðingja og dómara yfir okkur? Þú ætlað þú ekki að drepa mig eins og þú drafst Egyptan í gær. Við þessi orð flýði Móse og settist að sem útlendingur í Mídíanslandi. Þar gat hann 2 sonu. Að 40 árum liðnum birtist honum engill í eyðimörk Sínaífjalls í logandi þyrniruna. Móse undraðist sýnina, gekk nær og vildi hyggja að. Þá hljómaði rödd drottins: Ég er Guð forfeðra þinna, Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs. En Móse skelldist og þorði ekki að hyggja frekar að. En drottinn sagði við hann: Leys af þér skó þína, því að staðurinn sem þú stendur á heilög jörð. Ég hef séð áþján fólks míns á Egyptalandi og heyrt andvörp þess og ofan kominn að frelsa það. Kom nú, ég sendi þig til Egyptalands. Þennan Móse sem Ísraelsmenn höfnuðu með því að segja: Hver skipaði þig höfðingja og dómara? Hann sendi Guð sem höfðingja og lausnara með fulltingi engilsins honum birtist í þyrnirunanum.
Það var Móse sem leiddi þá út úr Egyptalandi og gerði undur og tákn á Egyptalandi, í Rauðahafinu og á eyðimörkinni í 40 ár. Þessi sami Móse sem sagði við Ísraelsmenn: spámann eins og mig mun Guð láta koma fram úr hópi ættmenna ykkar. Það var hann sem var í söfniðinum í eyðimörkinni ásamt englinum sem talaði við hann á Sínaífjalli og með feðrum vorum. Hann tók á móti lifandi orðum að gefa okkur. Eigi vildu forfeður voru hlýðnast honum, heldur hrundu honum frá sér og þráði í hjörtum sínum Egyptaland. Þeir sögðu við Aron: ger okkur guði sem geta farið fyrir okkur, því að ekki vitum við hvað orðið er að Móse þeim sem leiddi okkur brott af Egyptalandi. Og á þeim dögum smíðuðu þeir kálf, færðu skurðgoðinu fórn og glöddust yfir verki handa sinna. En Guð sneri sér frá þeim og lét þeim eftir að dýrka her himinsins eins og ritað er í spámannabókinni. Ekki færðu þér mér sláturdýr og fórnir árin 40 í eyðimörkinni, Ísraelsmenn. Nei, þér báruð tjaldbúð Mólóks og stjörnu Guðsins Refans, myndirnar sem þér smíðuð til þess að tilbiðja þær. Ég mun herleiða yður austur fyrir Babýlon. Forfeður vorir höfðu vitnisburðar tjaldbúðina með sér í eyðimörkinni. Guð sem talaði við Móse hafði boðið honum að gera hana og hann lét gera hana eftir þeirri fyrirmynd sem hann sá. Forfeður vorir tóku við henni og fluttu hana með sér undir stjórn Jósúa inn í landið sem þeir tóku til eignar af heiðingjunum sem Guð rak brott undan þeim. Hver ný kynslóð tók við henni allt til daga Davíðs. Hann fann náð hjá Guði og bað að hann mætti finna bústað fyrir Jakobs Guð. En Salómon reisti honum hús. En eigi býr hinn hæsti í því sem með höndum er gert. Spámaðurinn segir: himinin er hásæti mitt og jörðin skör fóta minna. Hvaða hús munu þér reisa mér, segir drottinn, eða hver er hvíldarstaður minn? Hefur ekki hönd mín skapað allt þetta? Þið harðsvíraðir og óumskornir í hjörtum og á eyrum. Þið standið ávallt gegn heilugum anda eins og feður ykkar. Hver var sá spámaður sem feður ykkar ofsóttu eigi? Þeir drápuð þá er boðuðu fyrir fram komu hins réttláta, og nú hafið þið svikið hann og myrt. Þið sem fenguð lögmálið hendur engla, hafið samt eigi haldið það. Þegar ráðsherrarnir heyrðu þetta, trylltust þeir og gnýstu tönnum gegn Stefáni. En hann horfði til himins, fullur af heilugum anda, og leit dýrð Guðs og Jesú standa til hægri handar Guði og sagði: ég sé himnana opna og mannssoninn standa til hægri handar Guði. Þá æptu þeir hástöfum, héldu fyrir eyrun og réðust að honum allir sem einn maður. Þeir hröktu hann út úr borginni og tóku að grýta hann. En vottarnir lögðu yfirhafnir sínar að fótum ungum manni er Sál hét. Þannig grýttu þeir Stefán, en hann ákallaði drottinn og sagði: drottinn Jesús, meðtak þú anda minn. Síðan féll hann á kné og hrópaði hárri röddu: drottinn, lát þá ekki gjalda þessarar syndar. Þegar hann hafði þetta mælt, sofnaði hann. Postulasagan, 8. kafli. Sál lét sér vel líka líflát hans. Á þeim degi hófst mikil ofsókn gegn söfnuðinum í Jerúsalem. Allir nema postularnir dreifðust út byggðir Júdeu og Samaríu. Guðræknir menn greftruðu Stefán og höfðu sorgarathöfn mikla. En Sál gerði sér allt far að uppræta söfnuðinn. Hann óð inn í hvert hús, dró þaðan bæði karla og konur og lét setja í varðhald.
Þeir sem dreifst höfðu fóru víðsvegar og fluttu fagnaðarerindið. Filippus fór norður til höfuðborgar Samaríu og prédikaði Krist þar. Menn hlýddu með athygli á orð Filippusar þegar þeir heyrðu hann tala og sáu táknin sem hann gerði. Margir höfðu óhreina anda og fóru þeir út af þeim með ópi miklu. Margir lamamenn og haltir voru læknaðir. Mikill fögnuður varð í þeirri borg. Maður nokkur, Símon að nafni, var fyrir í borginni. Hann lagði stund á töfra og vakti hrifningu fólksins í Samaríu. Hann þóttist vera næsta mikill. Allir flykktust til hans, háir og lágir, og sögðu: Þessi maður er kraftur Guðs, sá hinn mikli. En því flykktust menn hann að hann hafði lengi glapið þá með töfrum. Nú trúðu menn Filippusi þegar hann flutti fagnaðarerindið Guðs ríki og nafn Jesú Krists og létu skýrast, bæði karlar og konur. Meira að segja Símon tók trú. Hann var skýrður og gerðist mjög fylgisamur Filippusi. Og hann sá tákn og mikil kraftaverk gerast, var hann frá sér numinn. Þegar postularnir í Jerúsalem heyrðu að íbúar Samaríu hefðu tekið við orði Guðs, sendu þeir til þeirra þá Pétur og Jóhannes. Þeir fóru norður þangað og báðu Guð að veita þeim heilagan anda, því að enn var andinn ekki kominn yfir neitt þeirra. Þeir voru aðeins skýrðir til nafns drottins Jesú. Nú lögðu þeir hendur yfir þá og fenguðu þeir heilagan anda. En Símon sá að menn fengu heilagan anda þegar postularnir lögðu hendur yfir þá, bauð hann þeim fé og sagði: Gefið einnig mér þetta vald, að hver sá ég legg hendur yfir, fái heilagan anda. En Pétur svaraði: Þrífist aldrei silfur þitt, né sjálfur þú, fyrst þú hugðist eignast gjöf Guðs fyrir fé. Þú átt hvorki skerf né hlut í þessu, því að þú ert ekki einlægur í hjarta þínu gagnvart Guði. Snúð því huga þínum frá þessari illsku þinni og bið Drottinn að hann mætti fyrirgefa þér það sem þú hafðir í huga. Því að ég sé að þú ert fullur gallbeysku og fjötraður ranghugsun. Símon sagði: Biðið fyrir mér til Drottins, að ekkert komi það yfir mig sem þið hafið mælt. Ef þeir höfðu nú vitnað og boðað orð Drottins, sneru þeir aftur áleiðis til Jerúsalem og boðuðu fagnaðarerindið í mörgum þorpum Samverja. En engill Drottins mælti til Filippus: Statt upp og gakk suður á veginn sem liggur ofan frá Jerúsalem til Gaza. Þar er óbyggð. Hann hlýddi og fór. Þá bar að mann frá Eþjópíu. Hann var háttsettur hirðmaður hjá drottningu Eþjópa, sem kallast Kandake, og settur yfir alla fjárhýslu hennar. Hann hafði farið til Jerúsalem til að biðjast fyrir Andinn sagði þá við Filippus: Gakk að þessum vagni og vertu sem næst honum. Filippus skundaði þangað og heyrði manninn vera að lesa Jesaja spámann. Hann spurði: Hvort skilur þú það sem þú ert að lesa? Hinn svaraði: Hvernig ætti ég að geta það ef enginn leiðbeinir mér? Og hann bað Filippus stíga upp í og setjast hjá sér. En orð þeirra ritningar sem hann var að lesa voru þessi: Eins og sauður sem leiddur er til slátrunar,
eða eins og lamb sem þegir fyrir þeim ríja það. Svo lauk hann ekki upp munni sínum. Hann var niðurlægður, en Guð nam brott sektardóm hans. Hver getur sagt frá ætt hans, því að líf hans var hrifið burt af jörðinni? Hirðmaðurinn mælti þá við Filippus. Segð þú mér, hvern segir spámaðurinn þetta, sjálfa sig eða einhvern annan? Filippus tók þá til orða, hóf máls á ritningu þessari og boðaði honum fagnaðarerindið Jesú. Þegar þeir fóru áfram veginn, komu þeir að vatni nokkru. Þá mælti hirðmaðurinn. Hér er vatn. Hvað hamlar mér að skýrast? Filippus sagði. Ef þú trúir af öllu hjarta, er það heimilt. Hirðmaðurinn svaraði honum. Ég trúi að Jesús Kristur sé sonur Guðs. Hann lét stöðva vagnin og stigu báðir niður í vatnið, Filippus og hirðmaðurinn, og Filippus skýrði hann. En þeir stigu upp úr vatninu, hreif andi drottins Filippus burt. Hirðmaðurinn sá hann ekki framar og fór fagnandi leiðar sinnar. En Filippus kom fram í Asdót, fór og flutti fagnaðarerindið í hverri borg uns hann kom til Sesaríu. Postulasagan, 9. kafli. Sál hélt enn áfram að æða með líflátshótanir gegn lærisveinum drottins. Nú fór hann á fund æðstaprestsins og beittist bréfa af honum til samkundnanna í Damaskus að hann mætti flytja í böndum til Jerúsalem, þá hann kynni að finna og væru þessa vegar, hvort heldur karla eða konur. En þegar hann var á ferð sinni kominn í nánd við Damaskus, leiftraði skyndilega hann ljós af himni. Hann fjall til jarðar og heyrði rödd segja við sig. Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? En hann sagði, hver ert þú, drottinn? Þá var svarað, ég er Jesús sem þú ofsækir. En statt upp og gakk inn í borgina og þér mun verða sagt hvað þú átt að gera. Förunautar hans stóðu orðlausir. Þeir heyrðu að vísu raustina en sáu engan. Sál reis á fætur, en þegar hann lauk upp augunum, sá hann ekkert. Þeir leiddu hann við hönd sér inn í Damaskus. 3 daga var hann sjónlaus og át hvorki né drakk. Í Damaskus var lærisveinn okkur sem hét Ananías. Við hann sagði drottin í sín. Ananías, hann svaraði, hér er ég, drottin. Drottin sagði við hann, far þegar í stræti það sem kallað er hið beina, og í húsi Júdasar skaltu spyrja eftir manni frá Tarsus heitir Sál, hann að biðja. Og hann hefur í sín séð mann, Ananías að nafni, koma inn og leggja hendur yfir sig til þess að hann fái aftur sjón. Ananías svaraði, drottin, heyrt hef ég marga segja frá manni þessum, hve mikið illt hann hefur gert þínum heilugu í Jerúsalem, og hér fer hann með vald frá æðstuprestunum að færa í bönd alla þá sem ákalla nafn þitt. Drottin sagði við hann, far þú, því að þennan mann hef ég valið mér að verkfæri til þess að bera nafn mitt fram fyrir heiðingja, konunga og börn Ísraels. Og ég mun sýna honum hversu mikið hann verður að þola vegna nafns míns. Þá fór Ananías af stað, gekk inn í húsið og lagði hendur yfir hann og mælti. Sál, bróðir, drottin. Then Ananias went to the house and entered it. Jesús hefur sendt mig. Sá birtist þér á leið þinni hingað. Þú átt að fá aftur sjón þína og fyllast heilugum anda. Jafn skjótt var sem hreistur fjalli af augum hans. Hann fékk aftur sjónina, stóð upp og lét þegar skýrast. Síðan neytti hann matar og styrtist.
Sál var nokkra daga hjá lærisveinunum í Damaskus og tók þegar að prédika í samkvönduhúsunum að Jesús væri sonur Guðs. Allir þeir sem heyrðu það undruðu stórum og sögðu: Er þetta ekki maðurinn sem reyndi í Jerúsalem að útrýma þeim sem ákölluðu nafn Jesú? Kom hann ekki hingað til að fara með þá í böndum til æðstuprestana? En Sál eldist æ meir og gerði þá gyðinga sem bjuggu í Damaskus rökþrota hann sannaði að Jesús væri Kristur. Að allmörgum dögum liðnum réðu gyðingar með sér að taka hann af lífi. En Sál fékk vitneskju ráðagjörð þeirra. Þeir gættu borgarhliðana nótt og dag til að ná lífi hans. En lærisveinarnir tóku hann nótt og komu honum út fyrir borgarmúrin með því að láta hann síga ofan í körfu. Þá Sál kom til Jerúsalem, reyndi hann að samlaga sig lærisveinunum, en þeir hræddust hann allir og trúðu ekki að hann væri lærisveinn. En Barnabas tók hann að sér, fór með hann til postulana og skýrði þeim frá hvernig hann hefði séð Drottin á veginum, hvað hann hefði sagt við hann og hversu einarðlega hann hefði talað í Jesú nafni í Damaskus. Dvaldist Sál nú með þeim í Jerúsalem, gekk þar út og inn og talaði einarðlega í nafni Drottins. Hann talaði og háði kappræður við grískumælandi gyðinga, en þeir leituðust við að ráða hann af dögum. Þegar söfnuðurinn var þess var, fóru menn með hann til Sesareu og sendu hann áfram til Tarsus. Nú hafði kirkjan frið alla Júdeu, Galíleu og Samaríu. Hún byggðist upp og lifði í Guðs ótta og óx við örvun og styrk heilags anda. Svo bar við Pétur var að ferðast og vitja allra að hann kom og til hinna heilugu sem áttu heima í Lítu. Þar fann hann mann nokkurn, Eneas að nafni, í 8 ár hafði legið rúmfastur. Hann var lami. Pétur sagði við hann: Eneas, Jesús Kristur læknar þig. Statt upp og bú þig. Jafn skjótt stóð hann upp. Allir sem áttu heima í Lítu og Saron sáu hann og sneru sér til Drottins. Í Joppe var lærisveinn, kona að nafni Tabitha, á grísku Dorkas. Hún var mjög góðgerðasöm og örlát við snauða. En á þeim dögum tók hún sótt og andaðist. Var hún lauguð og lögð í loftstofu. Nú Líta í grennd við Joppe og höfðu lærisveinarnir heyrt að Pétur væri þar. Sendu þeir 2 menn til hans og báðu hann: Kom án tafar til okkar. Pétur brá við og fór með þeim. Þegar þangað kom, fóru þeir með hann upp í loftstofuna og allar ekkjurnar komu til hans grátandi og sýndu honum kirtla og yfirhafnir sem Dorkas hefði gert meðan hún var hjá þeim. En Pétur lét alla fara út, féll á kné og baðst fyrir. Síðan sneri hann sér að líkinu og sagði: Tabitha, rís upp. En hún opnaði augun, sá Pétur og settist upp. Og hann rétti henni höndina og reisti hana á fætur, kallaði síðan á hina heilugu og ekkjurnar og leiddi hana fram lifandi. Þetta barst út alla Joppe og margir tóku trú á Drottinn. Var Pétur kyrt í Joppe allmarga daga hjá Símoni nokkrum sútara. By the hand and helped her to her feet. Then he called the believers and the widows and presented her to them alive. This became known all over Joppa. Many people believed in the Lord. Peter stayed in Joppa for some time with a tanner named Simon. Postulasagan, 10. kafli. Maður nokkur var í Sesareu, Kornelíus að nafni, 100-höfðingi í ítölsku hersveitinni. Hann var trúmaður og guðrækinn og heimafólk hans allt. Hann gaf gyðingum miklar ölmusur og var jafnan á bæn til Guðs.
Dag einn nón sá hann berlega í sýn engil Guðs koma inn til sín sagði við hann: Kornelíus. Hann starði á engilinn, varð óttasleginn og sagði: Hvað það, herra? Engillinn svaraði: Bænir þínar og ölmusur eru stignar upp til Guðs og hann minnist þeirra. Send þú nú menn til Joppe og lát sækja Símon okkur kallast Pétur. Hann gistir hjá Símoni nokkrum sútara sem á hús við sjóinn. Þegar engillinn sem talaði við hann var farinn, kallaði hann á 2 heimamenn sína og guðrækin Hermann, einn þeirra honum voru handgengnir. Sagði þeim frá öllu og sendi þá til Joppe. Daginn eftir, þeir voru á leiðinni og nálguðust bæinn, gekk Pétur upp á húsþakið hádegi til að biðjast fyrir. Kenndi hann þá hungur svo vildi matast. En meðan verið var að matriða, fékk hann vitrun. Hann sá himininn opinn og hlut nokkur koma niður, líkan stórum dúki. Var hann látinn síga til jarðar á 4 skautum. Þar voru á allskyns ferfætt dýr, skriðdýr jarðar, svo og fuglar himins. Og honum barst rödd: Slátra nú Pétur og et. Pétur sagði: Nei, drottin, engan veginn. Aldrei hef ég etið neitt vanheilagt né óhreint. Aftur barst honum rödd: Eigi skalt þú kalla það vanheilagt sem Guð hefur lýst hreint. Þetta gerðist 3 sinnum og jafnskjótt var hluturinn uppnuminn til himins. Meðan Pétur var að reyna að ráða í hvað þessi sýn ætti að merkja, höfðu sendimenn Kornelíusar spurt upp í hús Símonar. Nú stóðu þeir fyrir dyrum úti og kölluðu: Símon sá nefnist Pétur gestur hér? Pétur var enn að hugsa sýnina þegar andinn sagði við hann: 3 menn eru að leita þín. Flýt þér ofan og far hiklaust með þeim því að ég hef sent þá. Pétur gekk þá niður til mannana og sagði: Ég sá sem þið leitið að. Hvers vegna eru þið komnir hingað? Þeir sögðu: Kornelíus hundraðshöfðingi, réttlátur maður og guðrækin og í miklu metu meðal allra gyðinga, fékk bendingu frá heilugum engli að senda eftir þér og fá þig heim til sín að heyra hvað þú hefðir að flytja. Þá bauð hann þeim inn og lét þá gista. Daginn eftir tók hann sig upp og fór með þeim og nokkrir úr söfnuðinum í Joppe með honum. Næsta dag komu þeir til Sesareu. Kornelíus bjóst við þeim og hafði boðið til sín frændum og virta vinum. Þegar Pétur kom, fór Kornelíus á móti honum, fjall til fóta honum og veitti honum lotningu. Pétur reisti hann upp og sagði: Stattu upp, ég maður sem þú. Og hann ræddi við hann og gekk inn og fann þar marga menn samankomna. Hann sagði við þá: Þið vitið að gyðingi bannað að eiga samneyti við annarar þjóðar mann eða koma til hans. En Guð hefur sýnt mér að ég á engan að kalla vanheilagan eða óhreinan. Fyrir því kom ég mótmæla laust eftir mér var sent. Nú spyr ég hvers vegna þið senduð eftir mér. Kornelíus mælti: Í þetta mund fyrir 4 dögum var ég að biðjast fyrir að nóni í húsi mínu. Þá stóð maður frammi fyrir mér í skínandi klæðum og mælti: Kornelíus, Guð hefur heyrt bæn þína og minnst ölmusugerða þinna. Nú skalt þú senda til Joppe eftir Símoni kallast Pétur. Hann gistir í húsi Símonar sútara við sjóinn. Því sendi ég jafnskjótt til þín og vel gerðir þú að koma. Nú erum við öll hér saman frammi fyrir Guði til að heyra allt sem drottin hefur boðið þér. Þá tók Pétur til máls og sagði: Sannlega skil ég nú að Guð fer ekki í manngreinarálit. Hann tekur opnum örmum hverjum þeim sem óttast hann og ástundar réttlæti, hverrar þjóðar sem Þið þekkið orðið sem hann sendi börnum Ísraels þegar hann flutti fagnaðarerindið frið fyrir Jesú Krist sem drottinn allra. Þið vitið hvað gerst hefur alla Júdeu en hófst í Galileu eftir skírnina sem Jóhannes predikaði. Það sagan Jesú frá Nasaret, hvernig Guð smurði hann heilugum anda og krafti. Hann gekk gerði gott og græddi alla sem djöfullinn undirokaði
því að Guð var með honum. Við erum vottar alls þessa hann gerði, bæði í landi Gyðinga og í Jerúsalem. Og hann tóku þeir af lífi með því að hengja hann upp á tré. En Guð uppvakti hann á 3. degi og lét hann birtast. Ekki öllum almenningi heldur okkur, vottunum sem Guð hafði áður valið. Við átum og drukkum með honum eftir að hann var risin upp frá dauðum. Og hann bauð okkur að predika fyrir alþjóð og vitna að hann sá sem Guð hefur skipað dómara lifenda og dauðra. Honum bera allir spámennirnir vitni að sérhver sem trúir á hann fái vegna hans fyrirgefningu syndana. Meðan Pétur var enn að mæla þessi orð, kom heilagur andi yfir alla þá orðið heyrðu. Hinir trúuðu gyðingar sem komið höfðu með Pétri urðu furðu lostnir að Guð hefði einnig gefið heiðingjunum heilagan anda, því þeir heyrðu þá tala tungum og mikla Guð. Þá mælti Pétur: Hver getur varnað þess að þeir verði skírðir í vatni? Þeir hafa fengið heilagan anda sem við. Og hann bauð að þeir skyldu skírðir í nafni Jesú Krists. Síðan báðu þeir hann að standa við í nokkra daga. Postulasagan, 11. kafli. En postularnir og söfnuðirnir í Júdeu heyrðu að heiðingjarnir hefðu einnig tekið við orði Guðs. Þegar Pétur kom upp til Jerúsalem, deildu umskurðarmennirnir á hann og sögðu: Þú hefur farið inn til óumskorinna manna og etið með þeim. En Pétur sagði þeim þá alla söguna frá rótum og mælti: Ég var að biðjast fyrir í borginni Joppe og sá í sýn hlut nokkur koma niður, eins og stór dúkur væri látin síga á 4 skautum frá himni, og hann kom til mín. Ég starði á hann og hugði að, og sá þá ferfætt dýr jarðar, villidýr, skriðdýr og fugla himinn. Og ég heyrði rödd segja við mig: Slátra nú Pétur og et. En ég sagði: Nei, drottinn, engan veginn, því að aldrei hefur neitt vanheilagt né óhreint komið mér í munn. Í annað sinn sagði rödd af himni: Eigi skalt þú kalla það vanheilagt sem Guð hefur lýst hreint. Þetta gerðist 3 sinnum og aftur var allt dregið upp til himins. Samstundis stóðu 3 menn við húsið sem ég var í, sendir til mín frá Sesareu. Og andinn sagði mér að fara með þeim hiklaust. Þessir 6 bræður urðu mér einnig samferða og við gengum inn í hús mannsins. Hann sagði okkur hvernig hann hefði séð engil standa í húsi sínu sagði: Send þú til Joppe og lát sækja Símon kallast Pétur. Hann mun mæla til þín orð sem munu frelsa þig og allt heimilið þitt. En þegar ég var farin að tala, kom heilagur andi yfir þá, eins og yfir okkur í upphafi. Ég minntist á orða drottins hann sagði: Jóhannes skýrði með vatni, en þið skuluð skýrast með heilugum anda. Fyrst Guð gaf þeim nú sömu gjöf og okkur við tókum trú á drottin Jesú Krist. Hvernig var ég þá þess umkomin að standa gegn Guði? Þegar þeir heyrðu þetta, stilltust þeir, og þeir vegsumuðu Guð og sögðu: Guð hefur einnig gefið heiðingjunum kost á að snúa sér til sín og öðlast líf. Þeir sem dreifst höfðu vegna ofsóknarinnar sem varð út af Stefáni fóru allt til Fönikíu, Kýpur og Antíokkíu, en gyðingum einum fluttu þeir orðið. Nokkrir þeirra voru frá Kýpur og Kýrene, og þeir komu til Antíokkíu, tóku þeir einnig að tala til Grikkja og boða þeim fagnaðarerindið drottin Jesú. Og hönd drottins var með þeim, og mikill fjöldi tók trú og sneri sér til drottins.
Og fregnin þá barst til eyrna safnaðarins í Jerúsalem og hann sendi Barnabas til Antíokkíu. Þegar hann kom og sá hvað Guð hafði sýnt þeim mikla náð, gladdist hann og hvatti alla til að halda sér við Drottinn með einlægu hjarta. Barnabas var góður maður, fullur af heilugum anda og trú, og mikill fjöldi manna tók trú á Drottinn og bættist við söfnuðinn. And a great number of people were brought to the Lord. Þá fór Barnabas til Tarsus að leita Sál uppi. Þegar hann hafði fundið hann, fór hann með hann til Antíokkíu. Þeir voru síðan saman heilt ár í söfnuðinum og kenndu fjölda fólks. Í Antíokkíu voru lærisveinarnir fyrst kallaðir kristnir. Á þessum dögum komu spámenn frá Jerúsalem til Antíokkíu. Einn þeirra, Agabus að nafni, steig fram og af gift andans sagði hann fyrir að mikil hungursneið myndi koma yfir alla heimsbyggðina. Kom það fram á dögum Kládíusar. Lærisveinarnir í Antíokkíu samþyktu þá að hver þeirra skildi eftir efnum senda nokkuð til hjálpar lærisveinunum sem bjuggu í Júdeu. Þetta gerðu þeir og sendu það til öldungana með þeim Barnabasi og Sál. Postulasagan, 12. kafli. Þessar mundir lét Heródes konungur leggja hendur á nokkra úr söfnuðinum og misþyrma þeim. Hann lét höggva Jakob, bróður Jóhannesar, með sverði. Og hann sá að gyðingum líkaði vel, lét hann einnig taka Pétur. Þá voru dagar ósýrðu brauðan. Þegar hann hafði handtekið hann, lét hann setja hann í fangelsi og fól 4 hermanna varðflokkum að gæta hans. Ætlaði hann eftir páska að yfirheyra hann opinberlega. Sat nú Pétur í fangelsinu, en söfnuðurinn bað heitt til Guðs fyrir honum. Nóttina áður en Heródes ætlaði að leiða hann fram, svaf Pétur milli 2 hermanna, bundinn 2 fjötrum, og varðmenn fyrir dyrum úti gættu fangelsisins. Allt í einu stóð engill Drottins hjá honum og ljós skein í klefanum. Laust hann á síðu Pétri, vakti hann og mælti: Rís upp skjótt. Og fjötrarnir féllu af höndum hans. Þá sagði engillinn við hann: Girð þig beltinu og bind á þig skóna. Hann gerði svo. Síðan segir engillinn: Far þú í yfirhöfn þína og fylg mér. Hann gekk út og fylgdi honum. En ekki vissi hann að það var raunverulegt sem gerst hafði við komu engilsins. Hann hélt sig sjá sín. Þeir gengu nú fram hjá innri og ytri verðinum og komu að járn. When they had walked the length of one street, suddenly the angel left him. Þegar Pétur kom til sjálfs sín, sagði hann: Nú veit ég sannlega að Drottinn hefur sent engil sinn og bjargað mér úr hendi Heródesar og frá öllu því sem gyðingar ætluðu sér.
Og hann hafði áttað sig, gekk hann að húsi Maríu, móður Jóhannesar kallast Markús. Þar höfðu margir safnað saman og voru á bæn. Pétur knúði hurð fordyrisins og stúlka að nafni Róde gekk til dyra. Þegar hún þekkti málróm Péturs, gáði hún eigi fyrir fögnuði að ljúka upp fordyrinu, heldur hljóp inn og sagði að Pétur stæði fyrir dyrum úti. Þau sem inni voru, sögðu við hana: Þú ert frávita. En hún stóð fast á því að svo væri sem hún sagði. Það þá engill hans, sögðu þau. En Pétur hélt áfram að berja og þegar þau luku upp, sáu þau hann og urðu furðu lostin. Hann benti þeim með hendinni að vera hljóð, skýrði þeim frá hvernig drottinn hafði leitt hann út úr fangelsinu og bað þau segja Jakobi og bræðrunum frá þessu. Síðan gekk hann út og fór á annan stað. Þegar dagur rann, kom ekki lítið fát á hermennina út af því hvað af Pétri væri orðið. Heródes lét leita hans en fann hann ekki. Hann lét þá yfirheyra varðmennina og bauð síðan að taka þá af lífi. Síðan fór hann úr Júdeu niður til Sesareu og sat þar kyrrt. Heródes hafði verið harla gramur Tyrverjum og Sídoningum. Komu þeir saman á fund hans, fengu Blastus, stallara konungs, til fylgis við sig og báðust friðar, en land þeirra var háð landi konungs vistaföng. Á tilsettum degi klæddist Heródes konungsgrúða, settist í hásæti og flutti þeim ræðu. En fólkið kallaði: Guðs rödd þetta en eigi manns. Jafnskjótt laust engill drottins hann, sökum þess að hann gaf ekki Guði dýrðina. Hann var étinn upp af ormum og dó. En orð Guðs eldist og breiddist út. Barnabas og Sál sneru aftur frá Jerúsalem að loknu erindi sínu og tóku með sér Jóhannes, öðru nafni Markús. Postulasagan, 13. kafli. Í söfnuðinum í Antíokkíu voru spámenn og kennarar. Þar voru þeir Barnabas, Símeon, nefndur Níger, Lúkíus frá Kýrene, Manaen, samfóstri Heródesar fjórðungsstjóra og Sál. Eitt sinn þeir voru að þjóna drottni og föstuðu, sagði heilagur andi: Takið frá mér til handa þá Barnabas og Sál til að vinna það verk sem ég hef kallað þá til. Síðan föstuðu þeir og báðust fyrir, lögðu hendur yfir þá og létu þá fara. Þeir fóru nú, sendir af heilugum anda, til Selefkíu og sigldu þaðan til Kýpur. Þegar þeir voru komnir til Salamis, boðuðu þeir orð Guðs í samkvæmduhúsum gyðinga. Höfðu þeir og Jóhannes til aðstoðar. Þeir fóru alla eina, allt til Pafos. Þar fundu þeir töframann okkur og falsbámann, gyðing hét Baríashús. Hann var hjá landstjóranum Sergiusi Páli, hyggnum manni, sem hafði boðað þá Barnabas og Sál á fund sinn og fýsti að heyra Guðs orð. Gegn þeim stóð Elímas, töframaðurinn, en svo nafn hans útlagt. Reyndi hann að koma í veg fyrir að landstjórinn tæki trú. En Sál, sem og nefndur Páll, hvessti á hann augun og sagði fylltur heilugum anda: Þú djöful sonur, fullur allra véla og flærðar, óvinur alls réttlætis, ætlar þú aldrei að hætta að rangsnúa réttum vegum drottins. Nú hönd drottins reidd gegn þér og þú munt verða blindur og ekki sjá sól tíma. Jafnskjótt fjall yfir hann þoka og myrkur og hann reikaði og leitaði einhvers til að leiða sig. Þegar landstjórinn sá þennan atburð var hann gagntekinn af kenningu drottins og tók trú. Þeir Páll lögðu út frá Pafos og komu til Perge í Pamfílíu, en Jóhannes skildi við þá og sneri aftur til Jerúsalem. John left them to return to Jerusalem.
Sjálfur héldu þeir áfram frá Perge og komu til Antíokkíu í Pisidíu. Gengu á hvíldardegi inn í samkunduhúsið og settust. En eftir upplestur úr lögmálinu og spámönnunum sendu samkundustjórarnir til þeirra og sögðu: Bræður, ef þið hafið einhver hvatningarorð til fólksins, takið þá til máls. Þá stóð Páll upp, benti til hljóðs með hendinni og sagði: Ísraels menn og aðrið þið sem óttist Guð, hlýðið á. Guð Ísraelsmanna útvaldi forfeður vora og lét þjóð vora dafna í útlegðinni í Egyptalandi. Með upplyftum armi leiddi hann hana út þaðan og annaðist hana í eyðimörkinni nærri 40 ár. Hann stökkti burt 7 þjóðum úr Kanaans landi og gaf henni land þeirra til eignar. Svo stóð 450 ára skeið. Eftir það gaf hann henni dómara allt til Samúels spámanns. Síðan bað hún konung og Guð gaf henni Sál Kísson, mann af Benjamíns ætt. Hann ríkti 40 ár. Þegar Guð hafði sett hann af, hóf hann Davíð til konungs yfir henni. Hann vitnaði hann: Ég hef fundið Davíð, son Ísai, mann eftir mínu hjarta, gera mun allan vilja minn. Guð hét því að senda Ísrael frelsara af kyni hans og það Jesús. En áður en hann kom fram, boðaði Jóhannes öllum Ísraelsmönnum að taka sinnaskiptum og láta skýrast. Þegar Jóhannes var að enda skeið sitt, sagði hann: Hvern hyggið þið mig vera? Ekki ég hann. Annar kemur eftir mig og ég eigi verður þess að leysa skóna af fótum honum. Bræður, niðjar Abrahams og aðrir ykkar á meðal sem óttast Guð. Okkur sent orð þessa hjálpræðis. Þeir sem í Jerúsalem búa og höfðingjar þeirra þekktu hvorki Jesú né skildu orð spámannanna hann, þótt þau séu lesin upp hvern hvíldardag, en uppfylltu þau þegar þeir dæmdu hann til dauða. Þótt þeir fyndu enga dauðasök hjá honum, báðu þeir Pílatus að láta lífláta hann. En þeir höfðu fullnað allt sem hann var ritað, tóku þeir hann ofan af krossinum og lögðu í gröf. En Guð vakti hann frá dauðum. Marga daga birtist hann þeim sem með honum fóru frá Galileu upp til Jerúsalem og þeir nú vottar hans hjá fólkinu. Og við flytjum ykkur þau gleðiboð að fyrirheitið sem Guð gaf feðrum vorum hefur hann efnt við okkur börn þeirra með því að reisa Jesú upp. Svo ritað í öðrum sálminum: Þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig. En það að hann reisti hann frá dauðum, svo að hann hverfur aldrei aftur í greipar dauðans, hefur hann talað þannig: Yfir mun ég veita heilögu óbrigðulu fyrirheitin sem Davíð voru gefin. Á öðrum stað segir: Eigi munt þú láta þinn heilaga rotna í gröf. Davíð þjónaði sinni kynslóð að Guðs ráði. Síðan sofnaði hann, safnaðist til feðra sinna og líkami hans rotnaði. En sá sem Guð uppvakti rotnaði ekki. Það skuluð þið því vita, bræður og systur, að ykkur fyrir hann boðuð fyrirgefning synda. Og að sérhver trúir réttlætist í honum af öllu því lögmál Móse gat ekki réttlætt ykkur af. Gæti nú þess að eigi komið það yfir ykkur sem sagt hjá spámönnunum. Sjáið, þér spottarar, undrist og verðið að engu, því að verk vinn ég á dögum yðar. Verk sem þér alls ekki myndu trúa, þótt einhver segði yður frá því. Þegar Páll og Barnabas gengu út,
báðu menn að mál þetta yrði rætt við þá aftur næsta hvíldardag. Og samkomunni var slitið, fylgdu margir gyðingar og guðræknir menn sem tekið höfðu trú gyðinga, þeim Páli og Barnabasi. En þeir töluðu við þá og brýndu fyrir þeim að halda sér fast við náð Guðs. Næsta hvíldardag komu nálega allir bæjarmenn saman til að heyra orð Drottins. En gyðingar litu mannfjöldan, fylltust þeir ofstæki og mæltu gegn orðum Páls með guðlasti. Páll og Barnabas svörðuðu þá einarlega: svo hlaut að vera að orð Guðs væri fyrst flutt ykkur. Þar sem þið nú vísið því á bug og metið sjálfa ykkur ekki verða eilífs lífs, þá snúum við okkur nú til heiðingjana. Því að svo hefur Drottinn boðið okkur. Ég hef sett þig til að vera ljós heiðinna þjóða, svo að þú sért hjálpræði allt til endimarka jarðar. En þegar heiðingjar heyrðu þetta, glöddust þeir og vegsumuðu orð Guðs, og allir þeir sem ætlaðir voru til eilífs lífs tóku trú. Og orð Drottins breyttist út allt héraðið. En gyðingar æstu upp guðræknar hefðarkonur og fyrirmenn borgarinnar, vöktu ofsókn gegn Páli og Barnabasi og ráku þá burt úr byggðum sínum. En þeir hristu dustið af fótum sér móti þeim og fóru til Íkoníum. En lærisveinarnir voru fylltir fögnuði og heilugum anda. Postulasagan, 14. kafli. Í Íkoníum gengu þeir á sama hátt inn í samkundu gyðinga og töluðu þannig að mikill fjöldi gyðinga og Grikkja tók trú. En gyðingar sem ekki vildu trúa vöktu æsing með heiðingjum og illan hug gegn kristnum mönnum. Páll og Barnabas dvöldust þar allangan tíma. Þeir töluðu einarðlega í trausti til Drottins og hann staðfesti orð náðar sinnar með táknum og undrum sem hann gaf þeim að gera. Skiptust nú borgarbúar í 2 flokka og voru sumir með gyðingum, aðrir með postulunum. Heiðingjar og gyðingar ásamt forystumönnum sínum gerðu þá samblástur að misþyrma þeim og grýta þá. Postularnir komust að þessu og flýðu til borgarna Lýstru og Derbe í Líkaóníu og héraðsins þar umhverfis. Þar héldu þeir áfram að flytja fagnaðarerindið. Í Lýstru var maður nokkur máttvana í fótum, lami frá móðurlífi og hafði aldrei getað gengið. Maður þessi hlýddi á mál Páls, en Páll horfði á hann og sá að hann hafði trú til þess að verða heill og sagði hárri röstu: rís upp og stattu í fæturna. Maðurinn spratt upp og tók að ganga. At that, the man jumped up and began to walk. Múgurinn sá hvað Páll hafði gert og tók að hrópa á líkaónsku: Guðirnir eru í manna líki stignir niður til okkar. Kölluðu þeir Barnabas Seif en Pál Hermes, því að hann hafði orð fyrir þeim. En prestur í hofi Seifs utan borgar kom með naut og kransa að borgarhliðunum og vildi færa fórnir ásamt fólkinu. Þegar postularnir Barnabas og Páll heyrðu þetta, rifu þeir klæði sín, stukku inn í mannþröngina og hrópuðu: Menn, hví gerið þið þetta? Við erum menn eins og þið og flytjum ykkur þann fagnaðar boðskap að þið skulið hverfa frá þessum fánýtu goðum til lifanda Guðs sem skapaði himinn, jörð og haf
og allt sem í þeim er. We two are only men. Human like you. We are bringing you good news. Telling you to turn from these worthless things to the living God who made heaven and earth and sea and everything in them. Hann hefur liðnar aldir leyft að sérhver þjóð gengi sína vegu. En þó hefur hann vitnað sjálfan sig með velgjörðum sínum. Hann hefur gefið ykkur regn af himni og uppskerutíðir. Hann hefur veitt ykkur fæðu og fyllt hjörtu ykkar gleði. He provides you with plenty of food and fills your hearts with joy. Með þessum orðum fengu þeir með naumindum fólkið ofan af því að færa þeim fórnir. Þá komu gyðingar frá Antíokkíu og Íkoníum. Töldu þeir fólkið á sitt mál og menn grýttu Pál, drógu hann út úr borginni og hugðu hann dáinn. They stoned Paul and dragged him outside the city, thinking he was dead. En lærisveinarnir slógu hring hann og reis hann þá upp og gekk inn í borgina. Daginn eftir fór hann þaðan með Barnabasi til Derbe. Þegar þeir höfðu boðað fagnaðarerindið í Derbe og gert marga að lærisveinum, sneru þeir aftur til Lýstru, Íkoníum og Antíokkíu. Styrktu lærisveinana og hvöttu þá til að vera staðfastir í trúnni. Þeir sögðu: Við verðum að þola margar þrautir áður en við komumst inn í Guðs ríki. Þeir völdu þeim öldunga í hverjum söfnuði, fólu þá síðan með föstum og bænahaldi drottni sem þeir höfðu fest trú á. Þá fóru þeir Pisidíu og komu til Pamfílíu. Þeir fluttu orðið í Perge, fóru til Attalíu og sigldu þaðan til Antíokkíu. En þar höfðu þeir verið faldir náð Guðs til þess verks sem þeir höfðu nú fullnað. Þegar þeir voru þangað komnir, stemdu þeir saman söfnuðinum og greindu frá hversu mikið Guð hafði látið þá gera og að hann hefði opnað heiðingjum dyr trúarinnar. Dvöldust þeir nú allengi þar hjá lærisveinunum. Postulasagan, 15. kafli. Þá komu menn sunnan frá Júdeu og kenndu bræðrunum: Ef þið látið ekki umskerast að sið Móse, getið þið ekki frelsast. Var mikil misklíð og þræta milli þeirra og Páls og Barnabasar og réðu menn af að Páll og Barnabas og nokkrir þeirra aðrir færu á fund postulana og öldungana upp til Jerúsalem vegna þessa ágreinings. Söfnuðurinn bjó síðan ferð þeirra og fóru þeir Fönikíu og Samaríu og sögðu að einnig heiðingjar hefðu snúið sér til Guðs og vöktu mikinn fögnuð meðal allra trúaðra. Þegar þeir komu til Jerúsalem tók söfnuðurinn á móti þeim og postularnir og öldungarnir og skýrðu þeir frá hversu mikið Guð hefði látið þá gera.
Þá risu upp nokkrir úr flokki farisea trú höfðu tekið og sögðu: Þá ber að umskera og bjóða þeim að halda lögmál Móse. Postularnir og öldungarnir komu nú saman til að líta á mál þetta. Eftir mikla umræðu reis Pétur upp og sagði við þá: Bræður, þið vitið að fyrir löngu valdi Guð mig úr ykkar hópi til að boða heiðingjum fagnaðarerindið, svo að þeir fengju að heyra það og taka trú. Og Guð sem hjörtun þekkir bar þeim vitni, hann gaf þeim heilagan anda eins og okkur. Engan mun gerði hann á okkur og þeim, hann hreinsaði hjörtu þeirra með trúni. Hví freisti þið nú Guðs, með því að leggja þær byrðar á lærisveinana, hvorki feður vorir né við megnuðum að bera. Við trúum þó því að við verðum hólpnir fyrir náð Drottins Jesú á sama hátt og þeir. Þá sló þögn á allan hópinn og menn hlýddu á Barnabas og Pál, þeir sögðu frá hve mörg tákn og undur Guð hafði leyft þeim að gera meðal heiðinna þjóða. Þegar þeir höfðu lokið máli sínu sagði Jakob: Bræður, hlýðið á mig. Símon hefur skýrt frá hvernig Guð sá til þess í fyrstu að hann eignaðist líð meðal heiðinna þjóða bæri nafn hans. Í samræmi við þetta orð spámannanna svo sem ritað Eftir þetta mun ég aftur koma og endurreisa hina föllnu tjaldbúð Davíðs. Ég mun reisa hana úr rústum og gera hana upp aftur, svo að mennirnir sem eftir leiti Drottins. Allir heiðingjarnir sem nafn mitt hefur helgað, segir Drottinn, sem gerir þetta kunnugt frá eilífð. Ég lít því svo á að eigi skuli íþyngja heiðingjum þeim sem snúa sér til Guðs. Heldur rita þeim að þeir haldi sig frá öllu sem flekkað af skurðgoðum, frá saurlifnaði, frá kjöti af köfnuðum dýrum og frá blóði. Frá fornu fari hafa menn prédikað Móse í öllum borgum. Hann lesin upp í samkundunum hvern hvíldardag. Postularnir og öldungarnir ásamt öllum söfniðinum samþyktu þá að kjósa menn úr sínum hópi og senda með Páli og Barnabasi til Antíokkíu. Þeir völdu þá Júdas, kallaður var Barsabas, og Sílas, forystumenn í söfniðinum. Þeir rituðu með þeim. Postularnir og öldungarnir, bræðuriðar, senda kristnum mönnum í Antíokkíu, Sýrlandi og Kílikíu, áður voru heiðnir kveðju sína. Við höfum heyrt að nokkrir frá oss hafi óróað yður með orðum sínum og komið róti á hugi yðar án þess við hefðum þeim neitt boðið. Því höfum við einróma ályktað að kjósa menn og senda til yðar með vorum elskuðu Barnabasi og Páli, mönnum lagt hafa líf sitt í hættu vegna nafns Drottins vors Jesú Krists. Við sendum því Júdas og Sílas og boða þeir yður munnlega hið sama. Það ályktun heilags anda og vor að leggja ekki frekari byrðar á yður en þetta sem nauðslegt að þér haldið yður frá kjöti fórnað hefur verið, skurðgoðum, blóði, kjöti af köfnuðum dýrum og saurlifnaði. Ef þér varist þetta, gerið þér vel. Verið sælir. Þeir voru nú sendir af stað og komu norður til Antíokkíu, kölluðu saman söfnuðinn og afhentu bréfið. Þegar menn lásu það urðu þeir glaðir yfir þessari uppörfun. Júdas og Sílas, sem sjálfur voru spámenn, hvöttu bræðurna og systurnar með mörgum orðum og styrktu þau. Þegar þeir höfðu dvalist þar hríð, hvöttu þeir þau og báðu þeim fríðar og héldu aftur til þeirra sem höfðu sendt þá. Barnabas héldu kyrru fyrir í Antíokkíu, kendu og boðuðu ásamt mörgum öðrum orð Drottins. Eftir nokkra daga sagði Páll við Barnabas: Förum nú aftur og vitjum trúsyskinanna í hverri borg þar sem við höfum boðað orð Drottins og sjáum hvað þeim líður. Barnabas vildi þá líka taka með Jóhannes, kallaður var Markús. En Páli þótti eigi rétt að taka með þann mann skilið hafði við þá í Pamfílíu og ekki gengið að verki með þeim. Var þeim mjög sundurorða og skildi þar með þeim.
tók Barnabas Markus með sér og sigldi til Kýpur. En Páll kaus sér Sílas og fór af stað og fól söfnuðurinn hann náð Drottins. Fór hann Sýrland og Kilikíu og styrkti söfnuðina. Postulasagan, 16. kafli. Páll kom til Derbe og Lýstru. Þar var lærisveinn nokkur Tímóteus að nafni, sonur trúaðrar konu af gyðingaætt, en faðir hans var grískur. Kristnir menn í Lýstru og Íkoníum báru honum gott orð. Páll vildi hafa hann með sér og umskar hann sökum gyðinga voru í þeim byggðum, því að allir vissu þeir að faðir hans var grískur. Þeir fóru nú borgirnar, fluttu mönnum þær ályktanir sem postularnir og öldungarnir í Jerúsalem höfðu samþykkt og buðu að varðveita þær. En söfnuðirnir styrktust í trúnni og urðu fjölmennari dag frá degi. Þeir fóru Frígíu og Galataland, því heilagur andi varnaði þeim að boða orðið í Asíu. Og sem þeir voru komnir að Mísíu, reyndu þeir að fara til Biþíníu, en andi Jesú leyfði það eigi. Þeir fóru þá Mísíu og komu niður til Tróa. Nóttina birtist Páli sýn. Maður nokkur, makedónskur, stóð hjá honum og bað hann. Kom yfir til Makedóníu og hjálpa okkur. En jafnskjótt og hann hafði séð þessa sýn, leituðum við færis að komast til Makedóníu, þar sem við skildum að Guð hafði kallað okkur til þess að flytja þeim fagnaðarerindið. Nú lögðum við út frá Tróas, sigldum beint til Samóþrake, en daginn eftir til Neapólis og þaðan til Filipí. Hún helsta borg í þessum hluta Makedóníu, rómversk nýlenda. Í þeirri borg dvöldumst við nokkra daga. Hvíldardaginn gengum við út fyrir hliðið að á einni, en þar hugðum við vera bænastað. Settumst við niður og töluðum við konurnar sem voru þar saman komnar. Konan okkur úr Þíatíruborg sem sótti samkundu gyðinga, Lýdía að nafni, verslaði með purpura hlýddi á. Opnaði Drottinn hjarta hennar og hún tók við því sem Páll sagði. Hún var skírð og heimili hennar og hún bað okkur. Gangið inn í hús mitt og dveljist þar fyrst þið teljið mig trúa á Drottinn. Þessu fylgdi hún fast fram. Eitt sinn við gengum til bænastaðarins, mætti okkur ambátt nokkur sem hafði spásagnaranda og aflaði húsbændum sínum mikils gróða með því að spá. Hún elti Pál og okkur og hrópaði: Menn þessir þjónar Guðsins hæsta og boða þeir ykkur veg til hjálpræðis. Þetta gerði hún dögum saman. Páli féll það illa. Loks sneri hann sér við og sagði við andan: Ég býð þér í nafni Jesú Krists að fara út af henni. Og hann fór út á samri stundu. Leið og húsbændur hennar sáu að þar fór ábata von þeirra, gripu þeir Pál og Sílas og drógu þá út á torgið fyrir valdsmennina. Þeir færðu þá til höfuðsmannana og sögðu: Menn þessir valda mestum óspektum í borg okkar. Þeir gyðingar og boða siði sem okkur, rómverskum mönnum, leyfist hvorki að taka upp né fylgja. Múgurinn réðst og gegn þeim og höfuðsmennirnir létu fletta þá klæðum
og skipuðu að húðstrýkja þá. Þegar þeir höfðu lostið á mörg högg, vörpuðu þeir þeim í fangelsi og buðu fangaverðinum að gæta þeirra vandlega. Þegar hann hafði fengið slíka skipun, varpaði hann þeim í innsta fangelsið og felldi stokk á fætur þeim. Miðnætti báðust þeir Páll og Sílas fyrir og lofsungu Guði, en bandingjarnir hlustuðu á þá. Þá varð skyndilega landskjálfti mikill svo að grunnur fangelsisins riðaði. Jafnskjótt opnuðust allar dyr og fjötrarnir féllu af öllum. Fangavörðurinn vaknaði við og hann sá fangelsisdyrnar opnar, dró hann sverð sitt og vildi fyrirfara sér, þar hann hugði fangana flúna. Þá kallaði Páll hárri röstu: Gerð þú sjálfum þér ekkert mein, við erum hér allir. Fangavörðurinn bað ljós, stökk inn og féll óttasleginn til fóta Páli og Sílasi. Síðan leiddi hann þá út og sagði: Herrar mínir, hvað á ég að gera til að verða hólpinn? En þeir sögðu: Trú þú á Drottinn Jesú og þú munt verða hólpinn og heimilið þitt. Og þeir fluttu honum orð Drottins og öllum á heimili hans. Samstundis tók fangavörðurinn þá með sér nóttina, laugaði meiðsli þeirra eftir höggin og var hann þegar skírður og allt hans fólk. Síðan fór hann með þá upp í hús sitt, bar þeim mat og hann og allt heimafólk hans fagnaði yfir því að hafa tekið trú á Guð. Þegar dagur rann, sendu höfuðsmennirnir réttarþjóna sem sögðu: Lát þú menn þessa lausa. Fangavörðurinn flutti Páli þessi orð: Höfuðsmennirnir hafa sent boð að þið skuluð látnir lausir. Gangi nú út og farið í friði. En Páll sagði við þá: Þeir hafa opinberlega látið húðstrýkja okkur, rómverska menn, án dóms og laga og varpa í fangelsi, og nú ætla þeir leynilega að hleypa okkur út. Ég held nú síður. Þeir skulu koma sjálfir og leiða okkur út. Réttarþjónarnir fluttu höfuðsmönnunum þessi orð. Þeir urðu hræddir þeir heyrðu að þeir væru rómverskir og komu og friðmæltust við þá. Leiddu þá út og báðu þá að fara burt úr borginni. Þegar þeir voru komnir út úr fangelsinu, fóru þeir heim til Lítíu, fundu trúsystkinin og hughreystu þau. Síðan héldu þeir af stað. Postulasagan, 17. kafli. Þeir fóru nú Amfipólis og Apollóníu og komu til Þessalóníku. Þar áttu gyðingar samkundu. Eftir venju sinni gekk Páll inn til þeirra og 3 hvíldardaga ræddi hann við þá og lagði út af ritningunum. Lauk þeim upp fyrir þeim og setti þeim fyrir sjónir að Kristur átt að líða og rísa upp frá dauðum. Hann sagði:
Jesús sem ég boða ykkur, hann er Kristur. Nokkrir þeirra létu sannfærast og gengu til fylgis við Pál og Sílas, auk þess mikill fjöldi guðrækinna Grikkja og mikils háttar konur, eigi allfáar. En gyðingar fylltust ofstæki og fengu með sér götuskríl, æstu til uppþota og hleyptu borginni í uppnám. Þustu þeir að húsi Jasonar og vildu færa Pál og Sílas fyrir borgarafund. En þegar þeir fundu þá ekki, drógu þeir Jason og nokkra bræður fyrir borgarstjórana og hrópuðu: Mennirnir sem komið hafa allir í heimsbyggðinni í uppnám eru nú komnir hingað og Jason hefur tekið á móti þeim. Allir þessir breyta gegn boðum keisarans, því þeir segja að annar sé konungur og það sé Jesús. Og þeir vöktu óhug með fólkinu og einnig borgarstjórunum með þessum orðum. Slepptu þeir ekki þeim Jasoni fyrir en þeir hafðu látið þá setja tryggingu. En söfnuðurinn sendi þá Pál og Sílas þegar nóttina til Beróju. Þegar þeir komu þangað, gengu þeir inn í samkunduhús gyðinga. Þeir voru veglindari þar en í Þessalóníku. Þeir tóku við orðinu með mesta áhuga og rannsökuðu daglega ritningarnar, hvort þessu væri þannig farið. Margir gyðingar tóku trú og einnig Grikkir, ekki allfáir, tignar konur og karlar. En gyðingar í Þessalóníku fréttu að Páll hefði einnig boðað orð Guðs í Beróju, engdu þeir líka múginn þar til uppþota. Þá sendi söfnuðurinn jafnskjótt Pál af stað til sjávar, en Sílas og Tímóteus urðu eftir. Leiðsögumenn Páls fylgdu honum allt til Aþenu og sneru aftur með boð til Sílasar og Tímóteusar að koma hið bráðasta til hans. Meðan Páll beið þeirra í Aþenu var honum mikil skapraun að sjá að borgin var full af skurðgoðum. Hann ræddi þá í samkundunni við gyðinga og guðrækna menn og daglega á torginu við þá sem urðu á vegi hans. En nokkrir heimspekingar, epikúringar og stóumenn áttu og í orðakasti við hann. Sögðu sumir: Hvað mun skraffinnur sá hafa að flytja? Aðrir sögðu: Hann virðist boða ókunna guði, því að hann flutti fagnaðarerindið Jesú og upprisuna. Og þeir tóku hann og fóru með hann á Aresarhæð og sögðu: Getum við fengið að vita hver þessi nýja kenning sem þú fer með? Því að eitthvað nýstárlegt flytur þú okkur til eyrna og okkur fýsir að vita hvað þetta En allir aðfinningar og aðkomumenn þar gáfu sér ekki tóm til annars fremur en að segja eða heyra einhver nýmæli. Þá sté Páll fram á miðri Aresarhæð og tók til máls: Aþeningar, þið komu mér svo fyrir sjónir að þið séuð í öllum greinum miklir trúmenn. Því að ég gekk hér og hugði að helgidómum ykkar og fann þá meðal annars altari sem á ritað ókunnum guði. Þetta sem þið nú dýrkið og þekkið ekki, það boða ég ykkur. Guð sem skóp heiminn og allt sem í honum hann sem herra himins og jarðar, býr ekki í musterum sem með höndum eru gerð. Ekki verður honum heldur þjónað með höndum manna, eins og hann þyrfti nokkurs við, þar sem hann sjálfur gefur öllum líf og anda og alla hluti. Hann skóp og af einum allar þjóðir manna og lét þær byggja allt yfirborð jarðar hann hafði ákveðið setta tíma og mörk bólstaða þeirra. Hann vildi að þær leituðu Guðs, verða mætti. Þær þreifuðu sig til hans og fyndu hann. En eigi hann langt frá neinum af okkur. Í honum lifum, hrærumst og erum við. Svo hafa og sum skáld ykkar sagt, því að við erum líka hans ættar. Fyrst við erum nú Guðs ættar, megum við eigi ætla að Guðdómurinn sé líkur smíði af gulli, silfri eða steini,
gerðri með hagleik og hugviti manna. Guð hefur umborið vanvisku liðina tíma, en nú boðar hann mönnum hvarvetna að allir skulu snúa sér til hans. Því að hann hefur sett dag hann mun láta mann sem hann hefur fyrirhugað dæma heimsbyggðina með réttvísi. Þetta hefur hann sannað öllum mönnum með því að reisa hann frá dauðum. Þegar þeir heyrðu nefnda upprisu dauðra, gerðu sumir gys að, en aðrir sögðu: við munum hlusta á þetta hjá þér öðru sinni. Þannig skildi Páll við þá. En nokkrir menn slógust í fylgd hans. Þeir tóku trú. Meðal þeirra var Dionýsius, einn úr Areópagus dóminum, og kona nokkur, Damaris að nafni, og aðrir fleiri. Postulasagan, 18. kafli. Eftir þetta fór Páll frá Aþenu og kom til Korintu. Þar hitti hann gyðing nokkur, Akvílas að nafni, ættaðan frá Pontus, nýkominn frá Ítalíu, og Priskilu konu hans, en Kládíus hafði skipað svo fyrir að allir gyðingar skyldu fara burt úr Róm. Páll fór til þeirra, og af því hann stundaði sömu iðn, settist hann að hjá þeim og vann með þeim. Þeir voru tjaldgerðarmenn að iðn. Hann ræddi við menn í samkunduhúsinu hvern hvíldardag og reyndi að sannfæra bæði gyðinga og Grikki. Þegar þeir Sílas og Tímóteus komu norðan frá Makedóníu, gaf Páll sig allan að boðun orðsins og vitnaði fyrir gyðingum að Jesús væri Kristur. En þeir snerust gegn honum og fóru að lastmæla, hristi hann dustið af klæðum sínum og sagði: þið getið sjálfur ykkur það kennt að þið farist. Ekki mér það að kenna. Upp frá þessu fer ég til heiðingjana. Og hann fór þaðan og kom í hús manns nokkurs hét Títus Justus og sótti samkundu gyðinga. Hús hans var hjá samkunduhúsinu. Krispus samkundustjóri tók trú á Drottin og allt heimili hans, og margir korintumenn sem heyrðu Pál tala tóku trú og létu skýrast. En Drottinn sagði við Pál nótt í sýn: óttast þú eigi, haltu ótrauður áfram að tala, þagna ekki. Ég með þér. Enginn skal ráðast að þér og vinna þér mein, því að ég á margt fólk í þessari borg. Hann var þar kyrrt 3 misseri og kenndi þeim orð Guðs. En þegar Gallión var landstjóri í Akkeu, bundust gyðingar samtökum gegn Páli, drógu hann fyrir dómstólinn og sögðu: maður þessi tælir menn til að dýrka Guð á þann hátt sem stríðir gegn lögmálinu. Páll bjóst til að svara, en þá sagði Gallión við gyðingana: væri hér einhver lögbrot eða illvirki að ræða, bæri mér að sinna ykkur gyðingar. En fyrst það eru þrætur orð og nöfn og lögmál ykkar, þá ráðið sjálfir fram úr því. Dómari í þeim sökum vil ég ekki vera. Og hann rak þá burt frá dómstólnum. Þá tóku þeir allir Sósþenes samkundustjóra og fóru að berja hann fyrir framan dómstólinn og lét Gallión sig það engu skipta. Páll var þar kyrrt allmarga daga, kvaddi síðan bræðurna og systurnar og sigldi til Sýrlands og með honum Priskila og Akvílas. Lét hann áður skera hár sitt í Kenkreu, því að heit hafði hvílt á honum. Þau komu til Efesus. Þar skildi hann við þau, en gekk sjálfur inn í samkunduhúsið og ræddi við gyðinga. Þeir báðu hann að standa lengur við, en hann varð ekki við því. Heldur kvaddi þá og sagði: ég skal koma aftur til ykkar, ef Guð lofar. Síðan lét hann í haf frá Efesus, lenti í Sesareu, fór upp eftir til Jerúsalem og heilsaði söfniðinum. Síðan hélt hann norður til Antíokkíu.
Þegar hann hafði dvalist þar hríð, hélt hann af stað og fór eins og leið liggur Galataland og Fríkíu og styrkti alla lærisveinana. En gyðingur nokkur, Apollós að nafni, ættaður frá Alexandríu, kom til Efesus. Hann var maður vel máli farinn og fær í reikningunum. Hann hafði verið fræddur veg drottins og brennandi í andanum talaði hann og kendi kostgæfilega Jesú. Þó þekkti hann aðeins skírn Jóhannesar. Þessi maður tók nú að tala skörulega í samkunduhúsinu. Priskila og Akvílas heyrðu til hans, tóku hann að sér og skýrðu nánar fyrir honum Guðs veg. Nú fýsti hann að fara yfir til Akkeu. Kristnir menn í Efesus rituðu lærisveinunum þar og hvöttu þá að taka honum vel. Hann kom þangað og var til mikillar hjálpar þeim sem fyrir Guðs náð höfðu tekið trú, því að hann hrakti skarplega rök gyðinga í allra áheyrn og sannaði af ritningunum að Jesús væri Kristur. Postulasagan, 19. kafli. Meðan Apollós var í Korintu, fór Páll upplöndin og kom til Efesus. Þar hitti hann fyrir nokkra lærisveina. Hann sagði við þá: Fenguð þið heilagan anda þið tóku trú? Þeir svöruðu: Nei, við höfum ekki einu sinni heyrt að heilagur andi sé til. Hann sagði: Upp á hvað eru þið þá skýrðir? Þeir sögðu: Skírn Jóhannesar. Þá mælti Páll: Jóhannes skýrði iðrunarskírn og sagði fólkinu að trúa á þann sem eftir sig kæmi, það á Jesú. Þegar lærisveinarnir heyrðu þetta, létu þeir skýrast til nafns drottins Jesú. Páll hafði lagt hendur yfir þá, kom heilagur andi yfir þá og þeir töluðu tungum og fluttu spámanlegan boðskap. Þessir menn voru alls 12. Páll sótti nú samkunduna í 3 mánuði og talaði þar djarflega og reyndi að sannfæra menn Guðs ríki. En nokkrir brynjuðu sig og vildu ekki trúa. Þegar þeir tóku að illmæla veginum í áheyrn fólksins, sagði Páll skilið við þá. Greindi lærisveinana frá þeim og síðan talaði hann daglega í skóla Týranusar. Þessu fór fram í 2 ár, svo að allir þeir sem í Asíu bjuggu heyrðu orð drottins, bæði gyðingar og Grikkir. Guð gerði óvenjuleg kraftaverk fyrir hendur Páls. Það bar við að menn lögðu dúka og flíkur af Páli á sjúka og hurfu þá veikindi þeirra og illir andar fóru út af þeim. En nokkrir gyðingar fóru og frömdu andasæringar, tóku og fyrir að nefna nafn drottins Jesú yfir þeim haldnir voru illum öndum. Þeir sögðu: Ég særi ykkur við Jesú þann sem Páll prédikar. Þetta reyndu einnig 7 synir gyðingsnokkurs, Skefa æðstaprests. En illi andinn sagði við þá: Jesú þekki ég og Pál kannast ég við, en hverjir eru þið? Maðurinn sem illi andinn var í, flaug á þá, keyrði þá alla undir sig og lék þá svo hart að þeir flýðu naktir og særðir úr húsinu. Þetta var kunnugt öllum Efesusbúum, bæði gyðingum og Grikkjum, og ótta sló á þá alla, og þeir vegsumuðu mikillega nafn drottins Jesú. Margir þeirra sem trú hefðu tekið, komu, gerðu játningu og sögðu frá athæfi sínu. Og allmargir farið höfðu með kukl, komu með bækur sínar og brenndu þær að öllum ásjáandi. Þær voru samtals virtar á 50.000 silfurpeninga. Þannig breyttist orð drottins út og eldist í krafti hans. Þá þetta var garð gengið, tók Páll þá ákvörðun að ferðast Makedóníu og Akkeu og fara síðan til Jerúsalem. Hann sagði: Þegar ég hef verið þar, ber mér líka að sjá Róm. Hann sendi 2 aðstoðarmenn sína, þá Tímóteus og Erastus, til Makedóníu, en dvaldi sjálfur í Asíu sinn. Í þann tíma urðu miklar æsingar út af veginum. Demetrius hét maður og var silfursmiður. Hann bjó til eftirlíkingar úr silfri af musteri Artemisar og veitti smiðum eigi litla atvinnu. Hann stefndi þeim saman og öðrum sem að slíku unnu og sagði: Góðir menn, þið vitið að velmegun okkar hvílir á þessari atvinnu og þið sjáið og heyrið að Páll þessi hefur með fortölum sínum snúið fjölda fólks, ekki einungis í Efesus, heldur nær gervalla Asíu. Hann segir að eigi séu það neinir guðir sem með höndum eru gerðir.
Nú horfir þetta ekki einungis inn okkar til smánar, heldur einnig til þess að helgidómur hinnar miklu gyðju, Artemisar, verði einskis virtur og að hún, sem öll Asía og heimsbyggðin dýrkar, verði svipt tign sinni. Goddess herself, whose worship throughout the province of Asia and the world will be robbed of her divine majesty. Þeir heyrðu þetta, urðu þeir afar reiðir og æptu. Mikil Artemis Efesusmanna. Og öll borgin komst í uppnám, menn þustu hver annan til leikvangsins og þrifu með sér þá Gaius og Aristarkus, förunauta Páls úr Makedóníu. En Páll vildi ganga inn í mannþröngina, leyfðu lærisveinarnir honum það ekki. Nokkrir höfðingjar skattlandsins, sem voru vinir hans, sendu einnig til hans og báðu hann að hætta sér ekki inn á leikvangin. Menn hrópuðu nú sitt hver því að mannsöfnuðurinn var í uppnámi og vissu fæstir hvers vegna þeir voru samankomnir. Nokkrir í mannþrönginni töldu það vera vegna Alexanders, því að gyðingar ýttu honum fram, en Alexander benti til hljóðs með hendinni og vildi verja mál sitt fyrir fólkinu. Þegar menn urðu þess vísir að hann var gyðingur, lustu allir upp einu ópi og hrópuðu nærfellt 2 stundir. Mikil Artemis Efesusmanna. En borgarritarinn gat sefað fólkið og mælti. Efesus menn, hver sá maður að hann viti ekki að borg Efesusmanna geymir musteri hinnar miklu Artemisar og steinin helga af himni. Þar sem enginn má gegn því mæla, ber ykkur að vera stilltir og hrapa ekki að neinu. Þið hafið dregið þessa menn hingað, þó þeir hafi hvorki framið helgispjöll né lastmælt gyðju okkar. Eigi nú Demetrius og smiðirnir sem honum fylgja, sökkótt við nokkurn þá, eru þingdagar haldnir og til eru landstjórar. Þar geta menn borið upp mál sín. En ef þið hafið annars að krefja, má gera út það á löglegu þingi. Við eigum á hættu að verða sakaðir uppreisn fyrir þetta í dag og getum ekki bent á neitt tilefni sem gæti afsakað slík ólæti. Að svo mæltu, lét hann mannsöfnuðinn fara. Postulasagan, 20. kafli. Þegar þessum látum linnti, sendi Páll eftir lærusveinunum, uppörvaði þá og kvaddi síðan og lagði af stað til Makedóníu. Hann fór nú þau héruð og uppörvaði menn með mörgum orðum. Síðan hélt hann til Grikklands. Dvaldist hann þar 3 mánuði. Þá bjóst hann til að sigla til Sýrlands, en þar gyðingar brugguðu honum launráð, tók hann til bragðs að hverfa aftur Makedóníu. Í för með honum voru þeir Sópater Pyrrhusson frá Beróju, Aristarkus og Sekundus frá Þessalóniku, Gaius frá Derbe, Tímoteus og Asíumennirnir Tíkikus og Trófimus.
Þeir fóru á undan og biðu okkar í Tróas. En við sigldum eftir daga ósýrðu brauðana frá Filippi og komum til þeirra í Tróas á 5. degi. Þar dvöldumst við í 7 daga. Fyrsta dag vikunar, við vorum saman komin til að brjóta brauðið, talaði Páll til þeirra. Hann var á förum daginn eftir. Entist ræða hans allt til miðnættis. Mörg ljós voru í loftstofunni þar sem við vorum saman komin. Ungmenni eitt, Evtíkus að nafni, sat í glugganum. Seig á hans svefnhöfgi Páll ræddi svo lengi og féll hann sofandi ofan af 3. lofti og var tekin upp andvana. Páll gekk ofan, varpaði sér yfir hann, tók utan hann og sagði: Verið stillt, það líf með honum. Fór hann síðan upp, braut brauðið og neytti og talaði enn lengi, allt fram í dögun. Að svo búnu hélt hann brott. En menn fóru með sveinin lifandi og hugguðust mikillega. Við fórum á undan til skips og sigldum til Assus. Þar ætluðum við að taka Pál. Svo hafði hann fyrir lagt því hann vildi fara landveg. Þegar hann hafði hitt okkur í Assus, tókum við hann á skip og héldum til Mítilene. Þaðan sigldum við daginn eftir og komumst til móts við Kíos. Á öðrum degi fórum við til Samos og komum næsta dag til Míletus. Páll hafði sett sér að sigla fram hjá Efesus, svo að hann tefðist ekki í Asíu. Hann hraðaði ferð sinni verða mætti að hann kæmist til Jerúsalem á hvítasunnudag. Frá Míletus sendi hann til Efesus og boðaði til sín öldungasafnaðarins. Þegar þeir komu til hans, sagði hann við þá: Þið vitið hvernig ég hef hagað mér hjá ykkur, allt frá þeim degi ég kom fyrst til Asíu. Ég þjónaði drottni í allri auðmýkt með tárum og í raunum sem að mér hafa steðjað af launráðum gyðinga. Þið vitið að ég dró ekkert undan sem ykkur mátti að gagni verða, heldur boðaði ykkur það og kenndi opinberlega og í heimahúsum. Og brýndi fyrir gyðingum og Grikkjum að snúa sér til Guðs og trúa á drottinvorn Jesú. Nú ég á leið til Jerúsalem, knúin af andanum. Ekki veit ég hvað þar mætir mér. Nema að heilagur andi birti mér í hverri borg að fjötrar og þrengingar bíði mín. En mér líf mitt einskis virði, fá ég aðeins að fullna skeið mitt og þá þjónustu sem drottin Jesús fól mér. Að bera vitni fagnaðarerindinu Guðs náð. Nú veit ég að þið munuð ekki framar sjá mig. Enginn ykkar sem ég hef komið til og boðað ríkið. Þess vegna vitna ég fyrir ykkur nú, í dag, að ekki mig að saka þótt einhver glatist, því að ég hef boðað ykkur allt Guðs ráð og ekkert dregið undan. Hafið gát á sjálfum ykkur og allri hjörðinni sem heilagur andi fól ykkur til umsjónar. Verið hirðar kirkju Guðs, sem hann hefur aflað sér með sínu eigin blóði.
Ég veit að skæðir vargar munu koma inn á ykkur þegar ég farin og eigi firma hjörðinni. Og úr hópi sjálfra ykkar munu koma menn sem flytja rangsnúna kenningu til að tæla lærisveinana á eftir sér. Vakið því og minnist þess að ég hvatti sérhvern ykkar dag og nótt með tárum í 3 ár. I never stopped warning each of you, night and day, with tears. Og nú fel ég ykkur Guði og orði náðar hans, sem getur styrkt trú ykkar og veitt ykkur hlutdeild í ríki hans, ásamt öllum þeim sem helgaðir eru. Which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Eigi girntist ég silfur né gull, né klæði nokkurs manns. Gold or clothing, Sjálfur vitið þið að þessar hendur unnu fyrir öllu því ég þurfti með, og þeir með mér voru. Í öllu sýndi ég ykkur að með því að vinna þannig ber okkur að annast óstyrka og minnast orða drottins Jesús sjálfs hann sagði: Sælla að gefa en þiggja. it is more blessed to give than to receive. Þegar hann hafði þetta mælt, féll hann á kné og baðst fyrir ásamt þeim öllum. Allir tóku að gráta sáran, fjallu háls Páli og kysstu hann. Mest var þeim þau orð hans að þeir myndu aldrei framar sjá hann. Síðan fylgdu þeir honum til skips. Postulasagan, 20. og 1. kafli. Þegar við höfum slitið okkur frá þeim, létum við í haf og héldum beina leið til Kós, daginn eftir til Rótos og þaðan til Patara. Þar hittum við á skip fara átti til Fönikíu. Stigum við á það og létum í haf. Við höfðum landsýn af Kýpur, létum hana á bakborða og sigldum til Sýrlands og tókum höfn í Týrus. Þar átti skipið að leggja upp farminn. Við leituðum upp í lærisveinana og dvöldumst þar 7 daga. Þeir sögðu Páli af gift andans að hann skyldi ekki halda áfram til Jerúsalem. Að þessum dögum liðnum lögðum við af stað. Fylgdu þeir okkur allir á veg með konum og börnum út fyrir borgina. Við fjallum á kné í fjörunni og báðumst fyrir. Þar kvöddumst við. Við stigum á skip en hinn sneru aftur heim til sín. Við komum til Ptólemaís frá Týrus og lukum þar sjóferðinni. Við heilsuðum trúsiskinunum og dvöldumst hjá þeim daglangt. Daginn eftir fórum við þaðan og komum til Sesaríu, gengum inn í hús Filippusar trúboða, sem var einn af þeim 7, og dvöldumst hjá honum. Hann átti 4 ógiftar dætur, gættar spádómsgáfu. Þegar við höfum dvalist þar nokkra daga, kom spámaður einn ofan frá Júdeu, Agabus að nafni. Hann kom til okkar, tók belti Páls, batt fætur sína og hendur og mælti: Svo segir heilagur andi: Þannig munu gyðingar í Jerúsalem binda þann mann sem þetta belti á og selja hann í hendur heiðingjum. Þegar við heyrðum þetta, lögðum við og heimamenn að Páli að fara ekki upp til Jerúsalem. En hann sagði: Hví grátið þið og hrellið hjarta mitt? Ég eigi aðeins reiðubúin að láta binda mig, heldur og að deyja í Jerúsalem fyrir nafn drottins Jesú. Honum var eigi talið hughvarf. Þá létum við kyrrt og sögðum: Verði drottins vilji. Að þessum dögum liðnum bjuggumst við til ferðar og héldum upp til Jerúsalem. Nokkrir lærisveinar frá Sesaríu urðu okkur samferða. Þeir fóru með okkur til Mnasons nokkurs frá Kýpur, lærisveins frá elstu tíð, og skildum við gista hjá honum. Þegar við komum til Jerúsalem tóku trúsiskinnin okkur feginsamlega. Næsta dag gekk Páll með okkur til Jakobs og allir öldungarnir komu þangað. Páll heilsaði þeim og lýsti síðan nákvæmlega öllu sem Guð hafði gert meðal heiðingjana með þjónustu hans.
Þeir vegsumuðu Guð fyrir það sem þeir heyrðu og sögðu við hann: Þú sérð, bróðir, hve margir tugir þúsunda það eru meðal gyðinga sem trú hafa tekið og allir eru þeir vandlátir lögmálið. En þeim hefur verið sagt að þú kennir öllum gyðingum sem eru meðal heiðingja að hverfa frá Móse og segir að þeir skuli hvorki umskera börn sín né fylgja siðum okkar. Hvað á nú að gera? Víst mun það spyrjast að þú sért kominn. Ger því þetta sem við nú segjum þér. Hjá okkur eru 4 menn sem heit hvílir á. Tak þá með þér, lát hreinsast með þeim og ber kostnaðinn fyrir þá að þeir geti látið raka höfuð sín. Þá mega allir sjá að ekkert er hæft í því sem þeim hefur verið sagt þig, heldur gætir þú lögmálsins sjálfur í breytni þinni. En heiðingja sem trú hafa tekið, höfum við gefið út bréf og ályktað að þeir skuli varast kjöt, fórnað skurðgoðum, blóð, kjöt af köfnuðum dýrum og saurlifnað. Páll tók að sér mennina og lét hreinsast með þeim næsta dag. Síðan gekk hann inn í helgidóminn og gerði kunnugt hvenær hreinsunadagarnir væru á enda og fórnin fyrir hvern þeirra skyldi fram borin. Þegar dagarnir 7 voru nærliðnir, sáu gyðingar frá Asíu Pál í helgidóminum. Þeir komu öllu fólkinu í uppnám, lögðu hendur á hann og hrópuðu: Ísraels menn, veitið nú lið. Þetta er maðurinn sem allstaðar kennir öllum það sem er andstætt lýðnum, lögmálinu og þessum stað. Og nú hefur hann auk heldur farið með grikki inn í helgidómin og saurgað þennan heilaga stað. En þeir höfðu áður séð Trófímus frá Efesus með honum í borginni og hugðu að Páll hefði farið með hann inn í helgidóminn. Öll borgin varð uppvæg, fólk þusti að, þeir tóku Pál og drógu hann út úr helgidóminum. Jafnskjótt var dyrunum læst. Þeir ætluðu að lífláta hann, en hersveitarforingjanum var tjáð að öll Jerúsalem væri í uppnámi. Hann brá við og tók með sér hermenn og 100-höfðingja og hljóp niður til þeirra. Þegar þeir sáu hersveitarforingjan og hermennina, hættu þeir að berja Pál. Hersveitarforinginn kom þá að, tók hann og skipaði að binda hann 2 fjötrum og spurði hver hann væri og hvað hann hefði gert. En sitt kallaði hver í mannfjöldanum. Þegar hann gat ekki orðið neins vísari sökum óróans, bauð hann að fara með hann upp í kastalann. Þegar komið var að þrepunum, urðu hermennirnir að bera hann vegna ofsans í fólkinu. En múgur manns fylgdi eftir og æpti: Burt með hann. Leið og fara átti með Pálinn í kastalann, segir hann við hersveitarforingjan: Leyfist mér að tala nokkur orð við þig. Hann svaraði: Kannt þú grísku? Ekki þú þá Egyptinn sem æsti til uppreisnar á dögunum og fór með morðvargana 4000 út í óbyggðir. Páll sagði: Ég gyðingur frá Tarsus í Kilikíu, borgari í ekki ómerkum bæ. Ég bið þig, leyf mér að tala til fólksins. Hann leyfði það. Páll bandaði hendi til fólksins þar sem hann stóð á þrepunum. Þegar hann hafði fengið gott hljóð, mælti hann til þeirra á hebreska tungu. Postulasagan, 20. og 2. kafli. Bræður og feður, hlustið á það sem ég ætla að flytja ykkur mér til varnar. En þeir heyrðu hann ávarpa sig á hebresku, urðu þeir enn hljóðari. Hann heldur áfram: Ég gyðingur fæddur í Tarsus í Kilikíu, en alinn upp í þessari borg. Við fætur Gamalíels hlaut ég fyllstu uppfræðslu í lögmáli feðra vorra. Guðs stríðsmaður vildi ég vera, ekki síður en þið allir í dag.
Ég ofsótti þá sem voru þessa vegar og þyrmdi ekki lífi þeirra. Færði í fjötra og hnefti í fangelsi karla og konur. Æðsti presturinn og allt öldungaráðið geta borið mér vitni þetta. Hjá þeim fékk ég bréf til bræðrana í Damaskus og fór þangað til að flytja einnig þá þar voru í böndum til Jerúsalem að þeim yrði refsað. En á leiðinni ég nálgaðist Damaskus, bar svo við hádegisbil að ljós mikið af himni leiftraði skyndilega mig. Ég féll til jarðar og heyrði raust sagði við mig: Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Ég svaraði: Hver ert þú, Drottinn? Og hann sagði við mig: Ég Jesús frá Nasaret sem þú ofsækir. Fylgdarmenn mínir sáu ljósið, en raust þess við mig talaði heyrðu þeir ekki. Þá sagði ég: Hvað á ég að gera, Herra? En Drottinn sagði við mig: Rís upp og far til Damaskus. Þar mun þér verða sagt allt sem þér ætlað að gera. En með því að ég var blindaður af ljóma þessa ljós, urðu förunautar mínir að leiða mig, og þannig komst ég til Damaskus. En Ananías nokkur, maður guðrækin eftir lögmálinu og í góðum metum hjá öllum gyðingum þar bjuggu, kom til mín, nam staðar hjá mér og sagði: Sál, bróðir, fá þú aftur sjón þína. Á sömu stundu fékk ég sjónina og sá hann. En hann sagði: Guð forfeðra vorra hefur útvalið þig til að þekkja vilja sinn, að sjá hinn réttláta og heyra það sem hann segir. Því að þú skalt vera vottur hans og segja öllum mönnum frá því sem þú hefur séð og heyrt. Hvað dvelur þig nú? Rís upp, ákalla nafn hans og lát skýrast og laugast af syndum þínum. En þegar ég var komin aftur til Jerúsalem og baðst fyrir í helgidóminum, var ég frá mér numinn og sá Drottinn, og hann sagði við mig: Flýt þér og far sem skjótast burt úr Jerúsalem, því að menn hér munu ekki veita viðtöku vitnisburði þínum mig. Ég sagði: Drottinn, þeir vita að ég hef verið að hneppa í fangelsi þá sem trúðu á þig og láta húðstrýkja þá í samkunduhúsunum. Og þegar útelt var blóði Stefáns vottar þíns, stóð ég sjálfur þar hjá og lét mér vel líka og gætti klæða þeirra sem tóku hann af lífi. Hann sagði við mig: Far þú, því að ég mun senda þig til heiðingja langt í burtu. Allt að þessu orði hlýddu menn á hann, en nú hófu þeir upp raust sína og hrópuðu: Burt með slíkan mann af jörðinni, eigi hæfir að hann lifi. Nú sem þeir æftu og vingsuðu klæðum sínum og þyrluðu ryki í loft upp, skipaði hersveitarforinginn að fara með hann inn í kastalann, hýða hann og kúa hann með því til sagna, svo að hann kæmist að því fyrir hverja sök þeir gerðu slík óp að honum. En þá þeir strengdu hann undir höggin, sagði Páll við 100-höfðingjan hjá stóð: Leyfist ykkur að húðstrýkja rómverskan mann og það án dóms og laga. Þegar 100-höfðinginn heyrði þetta, fór hann til hersveitarforingjans, skýrði honum frá og sagði: Hvað ert þú að gera? Maður þessi rómverskur. Hersveitarforinginn kom þá og sagði við Pál: Seg mér, ert þú rómverskur borgari? Páll sagði: Já. Hersveitarforinginn sagði: Fyrir ærið fé keypti ég þennan þakkrétt. En Páll sagði: Ég meira að segja með honum fæddur. Þeir sem áttu að kúa hann til sagna viku nú jafnskjótt frá honum. Og hersveitarforinginn varð hræddur hann varð þess vís að það var rómverskur maður sem hann hafði látið binda. Daginn eftir vildi hann ganga úr skugga fyrir hvað gyðingar kærðu hann.
next day, since the commander wanted to find out exactly why Paul was being accused by the Jews, he released him and ordered the chief priests and all the Sanhedrin to assemble. Then he brought Paul and had him stand before them. Postulasagan, 23. kapli. En Páll hvessti augun á ráðið og mælti: Góðir menn og bræður, ég hef þjónað Guði allt fram á þennan dag og hef að öllu leyti góða samvisku. En Ananías æðstiprestur skipaði þeim hjá stóðu að ljósta hann á munnin. Þá sagði Páll við hann: Guð mun ljósta þig, kalkaði veggur. Hér situr þú til að dæma mig samkvæmt lögmálinu og skipar þó þvert ofan í lögmálið að slá mig. Þeir sem hjá stóðu sögðu: Smánar þú æðsta prest Guðs? Páll svaraði: Ekki vissi ég, bræður, að hann væri æðsti prestur, því ritað er: Þú skalt ekki formæla höfðingja þjóðar þinnar. Nú vissi Páll að sumir þeirra voru saddúkear en aðrir farisegar, og hann hrópaði upp í ráðinu: Bræður, ég er farisei, að fariseium komin. Ég er lögsóttur fyrir vonina upprisu dauðra. Þegar hann sagði þetta var deila milli fariseja og saddúkea og þingheimur skiptist í flokka. Því að saddúkear segja að ekki sé til upprisa, englar né andar, en farisejar játa allt þetta. Nú var hróp mikið og nokkrir fræðimenn af flokki fariseja risu upp og fullyrtu: Við sjáum ekki að þessi maður hafi brotið af sér. Gæti ekki hugsast að andi hafi talað við hann eða engill. Deilan harðnaði og hersveitarforinginn fór að óttast að þeir ætluðu að slíta Pál í sundur. Því skipaði hann herliðinu að koma ofan, taka hann af þeim og færa hann inn í kastalann. Nóttina eftir kom drottinn til hans og sagði: Vertu hughraustur, svo sem þú hefur vitnað mig í Jerúsalem, eins ber þér og að vitna í Róm. Þegar dagur rann, bundust gyðingar samtökum og sóru þess eið að eta hvorki né drekka fyrr en þeir hefðu ráðið Pál af dögum. Voru þeir fleiri en 40 sem þetta samsæri gerðu. Þeir fóru til æðstu prestana og öldungana og sögðu: Við höfum svarið þess dýran eið að neita einskis fyrr en við höfum ráðið Pál af dögum. Nú skuli þið og ráðið leggja til við hersveitarforingjan að hann láti senda hann niður til ykkar, svo sem vildu þið kynna ykkur mál hans rækilegar. En við erum við því búnir að vega hann áður en hann kemst alla leið. En systursonur Páls heyrði fyrirsátina. Hann gekk inn í kastalann og sagði Páli frá. Pál kallaði til sín 100 höfðingjan og mælti: Far þú með þennan unga mann til hersveitarforingjans, því að hann hefur nokkuð að segja honum. 100 höfðinginn tók hann með sér, fór með hann til hersveitarforingjans og sagði: Fanginn Páll kallaði mig til sín og bað mig að fara til þín með þennan unga mann. Hann hefur eitthvað að segja þér. Hersveitarforinginn tók í hönd honum, leiddi hann afsíðis og spurði: Hvað er það sem þú hefur að segja mér? Hinn svaraði: Gyðingar hafa komið sér saman að biðja þig að senda Pál niður í ráðið á morgun, þar þeir ætli að rannsaka mál hans rækilegar. En lát þú ekki að vilja þeirra, því að menn þeirra, fleiri en 40, sitja fyrir honum og hafa svarið þess eið að eta hvorki né drekka fyrr en þeir hafi vegið hann. Nú eru þeir viðbúnir og bíða eftir að svarið komi frá þér. Hersveitarforinginn lét piltinn fara og bauð honum: Þú mátt engum segja að þú hefur gert mér viðvart þetta. Hann kallaði fyrir sig 200 höfðingja og sagði: Látið 200 hermenn vera tilbúna að fara til Sesariu eftir náttmál, auk þess 70 riddara og 200 léttliða. Hafið og til farar skjóta handa Páli, svo að þið komið honum heilum til Felix landstjóra. Og hann ritaði bréf, svo hljóðandi: Claudius Lysias sendir kveðju hinum göfuga Felix landstjóra. Mann þennan höfðu gyðingar tekið höndum og voru í þann veginn að taka af lífi ég kom að með hermönnum. Ég komst að því að hann er rómverskur og bjargaði honum. En ég vildi vita fyrir hverja sök þeir ákærðu hann og fór með hann niður í ráð þeirra.
komst ég þá að raunum að hann var kærður vegna ágreinings lögmál þeirra, en engin sök var honum gefin sætir dauða eða fangelsi. En þar sem ég hef fengið bendingu að setið sé líf mannsins, sendi ég hann tafarlaust til þín. Ég hef jafnframt boðið ákærendum hans að flytja mál sitt gegn honum fyrir þér. Hermennirnir tóku þá Pál, eins og þeim var boðið, og fóru með hann að næturlagi til Antipatris. Daginn eftir sneru þeir aftur til kastalans, en létu riddaranna fara með honum. Þeir fóru inn í Sesareu, afhentu landstjóranum bréfið og færiðu Pál fyrir hann. Hann las bréfið og spurði úr hvaða skattlandi hann væri. Var honum tjáð að hann væri frá Kilikíu. Þá mælti hann: Ég mun rannsaka mál þitt þegar kærendur þínir koma, og hann bauð að geyma hann í höll Heródesar. Postulasagan, 24. kafli. 5 dögum síðar fór Ananías æðstiprestur ofanþangað og með honum nokkrir öldungar og Tertullus nokkur málafærslumaður. Þeir báru sakir á Pál fyrir landstjóranum. Hann var nú kallaður fyrir, en Tertullus hóf málsóknina og sagði: Fyrir þitt tilstilli, göfugi Felix, sitjum við í góðum friði og þjóð vor hefur sakir þinnar forsjár öðlast umbætur í öllum greinum og allstaðar. Þetta viðurkennum við mjög þakksamlega. En svo að ég tefji þig sem minnst, bið ég að þú af mildi þinni viljir hlýða á okkur litla hríð. Við höfum komist að raunum að maður þessi skaðræði, kveikir ófrið með öllum gyðingum víða veröld og forsprakki villuflokks Nasarea. Hann reyndi meira að segja að vanhelga musterið og þá tókum við hann hönd. Hann getur þú sjálfur gengið úr skugga öll sakarefni okkar gegn honum. Gyðingarnir tóku undir sakargiftirnar og kváðu þetta rétt vera. Landstjórinn benti þá Páli að taka til máls. Hann sagði: Kunnugt mér að þú hefur verið dómari þessarar þjóðar í mörg ár. Mun ég því ótrauður verja mál mitt. Þú getur og gengið úr skugga að ekki eru nema 12 dagar síðan ég kom upp til Jerúsalem að biðjast fyrir. Og enginn hefur staðið mig að því að vera að stæla við neinn eða æsa fólk til óspekta, hvorki í samkönduhúsunum né neinstaðar í borginni. Þeir geta ekki heldur sanna þér það sem þeir nú kæra mig Hitt skal ég játa þér, að ég þjóna Guði feðra vorra samkvæmt veginum sem þeir kalla villu og trúi öllu því sem skrifa stendur í lögmálinu og spámönnunum. Og þá von hef ég til Guðs, sem þeir og sjálfir hafa, að upp muni rísa, bæði réttlátir og ranglátir. Því temja ég mér og sjálfur að hafa jafnan hreina samvisku fyrir Guði og mönnum. Eftir margra ára fjarveru kom ég til að færa fólki mínu ölmusugjafir og bera fram fórnir. Þetta var ég að gera í helgidóminum og hafði látið hreinsast og enginn var þá mannsöfnuður né uppþótt þegar menn komu að mér. Þar voru gyðingar nokkrir frá Asíu. Þeir hefðu átt að koma fyrir þig og bera fram kæru, hefðu þeir fundið mér eitthvað til saka. Annars skulu þessir sem hér eru segja til hvað saknæmt þeir fundu þegar ég stóð fyrir ráðinu. Nema það sé þetta eina sem ég hrópaði þegar ég stóð meðal þeirra. Fyrir upprisu dauðra ég í dag lögsóttur frammi fyrir ykkur. Felix, sem var vel kunnugt veginn, frestaði nú málinu og mælti: Þegar Lísías hersveitarforingi kemur ofan hingað, skal ég skera úr máli ykkar. Hann bauð 100 höfðingjanum að hafa Pál í varðhaldi og varna engum félaga hans að vitja hann.
Nokkrum dögum seinna kom Felix með eiginkonu sinni, Drúsilu. Hún var gyðingur. Hann lét sækja Pál og hlýddi á mál hans trúna á Krist Jesú. En hann ræddi réttlæti, sjálfsögun og komandi dóm, var Felix skelkaður og mælti: Far burt að sinni, ég læt kalla þig þegar ég fæ tóm til. Meðfram gerði hann sér vonum að Páll myndi gefa sér fé. Því var það að hann lét alloft sækja hann og átti tal við hann. Þegar 2 ár voru liðin, tók Porcius Festus við landstjórna Felix. Felix vildi koma sér vel við gyðinga og lét því Pál eftir í haldi. Postulasagan, 25. kafli. 3 dögum eftir að Festus hafði tekið við umdæmi sínu, fór hann frá Sesareu upp til Jerúsalem. Æðstu prestarnir og fyrirmenn gyðinga báru þá sakir á Pál fyrir honum og báðu hann að veita sér að málum gegn honum og sýna sér þá velvild að senda hann til Jerúsalem. En þeir hugðust búa honum fyrirsátt og vega hann á leiðinni. Festus svaraði að Páll væri í varðhaldi í Sesareu, en sjálfur færi hann bráðlega þangað. Látið því, sagði hann, ráðamenn ykkar verða mér samferða ofan eftir og lögsækja manninn ef hann eitthvað sekur. Festus dvaldist þar ekki lengur en í 8 daga eða 10. Síðan fór hann ofan til Sesareu. Daginn eftir settist hann á dómstólinn og bauð að leiða Pál fram. Þegar hann kom, umkringdu hann gyðingar þeir sem komnir voru ofan frá Jerúsalem og báru á hann margar þungar sakir sem þeir gátu ekki sannað. En Páll varði sig og sagði: Ekkert hef ég brotið, hvorki gegn lögmáli gyðinga, helgidóminum, né keisaranum. Festus vildi koma sér vel við gyðinga og mælti við Pál: Vilt þú fara upp til Jerúsalem og hlíta þar dómi mínum í máli þessu? Páll svaraði: Ég stend nú fyrir dómstóli keisarans og hér á ég að dæmast. Gyðingum hef ég ekkert rangt gert, það veistu full vel. Sé ég sekur og hafi framið eitthvað sem dauða sé vert, mæli ég mig ekki undan því að deyja. En ef ekkert hæft í því sem þessir menn kæra mig á enginn með að selja mig þeim á vald. Ég skýt máli mínu til keisarans. Festus ræddi þá við ráðunauta sína og mælti síðan: Til keisarans hefur þú skotið máli þínu, til keisarans skaltu fara. Nokkrum dögum síðar komu Agrippa konungur og Bernike til Sesareu að bjóða Festus velkominn. Þegar þau höfðu dvalist þar nokkra daga, lagði Festus mál Páls fyrir konung og sagði: Hér fanginn okkur sem Felix skildi eftir. Þegar ég kom til Jerúsalem, báru æðstu prestar og öldungar gyðinga á hann sakir og heimtuðu hann dæmdan. Ég svaraði þeim að það væri ekki venja Rómverja að framselja nokkurt sakborning fyrir en hann hefði verið leiddur fyrir ákærendur sína og átt þess kost að bera fram vörn gegn sakargiftinni. Þeir urðu nú samferða hingað og lét ég engan drátt á verða, heldur settist daginn eftir á dómstólinn og bauð að leiða fram manninn. Þegar ákærendurnir komu fram, báru þeir ekki á hann sakir fyrir nein þau illræði sem ég hafði búist við. Heldur áttu þeir í einhverjum deilum við hann átrúnað sjálfra þeirra og Jesú nokkur, látinn mann sem Páll segir lifa. Fannst mér vandi fyrir mig að fást við þetta og spurði Pál hvort hann vildi fara til Jerúsalem og láta dæma máli þar. En hann skaut máli sínu til keisarans og krafðist þess að vera hafður í haldi þar til hans hátign hefði skorið úr. Því bauð ég að hafa hann í haldi þangað til ég gæti sent hann til keisarans. Agrippa sagði þá við Festus: Ég vildi sjálfur fá að heyra manninn. Hinn svaraði: Á morgun skalt þú hlusta á hann. Daginn eftir komu Agrippa og Bernike með mikilli viðhöfn og gengu ásamt hersveitarforingjum og æðstumönnum borgarinnar inn í málstofuna. Festus bauð þá að leiða Pál inn. Festus mælti: Agrippa konungur og þið menn allir sem hjá okkur eruð stattir. Þarna sjáu þið mann sem veldur því að allir gyðingar, bæði í Jerúsalem og hér, hafa leitað til mín.
Þeir heimta hástöfum að hann sé tekinn af lífi. Mér varð ljóst. Festus said, King Agrippa, and all who are present with us, you see this man. The whole Jewish community has petitioned me about him, in Jerusalem and here in Caesarea, shouting that he ought not to live any longer. I found he had done nothing deserving of death. But because he made his appeal to the emperor, I decided to send him to Rome. Nú mér ekki fulljóst hvað ég á að skrifa keisaranum hann. Þess vegna hef ég leitt hann fram fyrir ykkur og einkum fyrir þig, Agrippa konungur, svo að ég hafi eitthvað að skrifa að lokinni yfirheyrslu. Því það líst mér fráleitt að senda fanga og tjá eigi leið sakargiftir gegn honum. Postulasagan, 27. kapli. En Agrippa sagði við Pál, nú þér leyft að tala þínu máli. Pál rétti þá út höndina og bar fram vörn sína. Lánsamur þykist ég, Agrippa konungur, að eiga í dag í þinni áheyrn að verja mig gegn öllu því sem gyðingar saka mig Því heldur sem þú þekkir alla siðu gyðinga og ágreiningsmál. Því bið ég þig að hlýða þolumóður á mig. Allir gyðingar þekkja líf mitt frá upphafi, hvernig ég hef lifað með þjóðminni, fyrst í æsku og síðan í Jerúsalem. Það vita þeir mig, viljið þeir unna mér sannmælis, að ég var farisei frá fyrstu tíð, fylgdi strangasta flokki trúarbragða okkar. Og hér stend ég, nú lögsóttur af því að ég trúi því sem Guð hét forfeðrum vorum. Og vorar 12 kynnkvíslir vona að öðlast með því að dýrka Guð án afláts nótt sem dag. Fyrir þessa von ég nú ákærður konungur, og það af gyðingum. Hvers vegna teljið þið það ótrúlegt að Guð veki upp dauða? Sjálfur taldi ég mér skylt að vinna af öllu megni gegn nafni Jesú frá Nasaret. Það gerði ég og í Jerúsalem. Hneppti marga hinna heilugu í fangelsi með valdi frá æðstu prestunum og galt því jákvæði að þeir væru teknir af lífi. Og í öllum samkundunum reyndi ég þrásinnis með pyndingum að neyða þá til að afneita trú sinni. Svo freklega ætti ég gegn þeim að ég fór til borga erlendis að ofsækja þá. Þá ég var á leið til Damaskus slíkra erinda, með vald og umboð frá æðstu prestunum, sá ég konungur á veginum miðjan dag, ljós af himni, sólu bjartara, leiftra mig og þá sem mér voru samferða. Við fjallum allir til jarðar og ég heyrði rödd sagði við mig á hebresku: Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Erfitt verður þér að spyrna móti brottunum. En ég sagði: Hver ert þú, Herra? Og drottinn sagði: Ég Jesús, sem þú ofsækir. Rís nú upp og statt á fætur. Ég birtist þér til þess að þú þjónir mér og segir frá því að þú hefur séð mig, bæði nú og síðar ég mun birtast þér. Ég mun senda þig til gyðinga og heiðingja og vernda þig fyrir þeim. Þú átt að opna augu þeirra og snúa þeim frá myrkri til ljós, frá valdi Satans til Guðs, til þess að þeir trúi á mig og öðlist fyrirgefningu syndanna og arf með þeim sem helgaðir eru. Fyrir því gerðist ég, Agrippa konungur, eigi óhlýðin hinni himnesku vitrun, heldur boðaði ég fyrst þeim í Damaskus og í Jerúsalem, síðan alla Júdeubyggð og heiðingjunum að taka sinnaskiptum og snúa sér til Guðs og sýna það í verki. Sakir þessa gripu gyðingar mig í helgidóminum og reyndu að ráða mér bana.
En Guð hefur hjálpað mér og því stend ég allt til þessa dags og vitna bæði fyrir háum og lágum. Mæli ég ekki annað en það sem bæði spámennirnir og Móse hafa sagt að verða myndi. Að Kristur ætti að líða og fyrstur rísa upp frá dauðum og boða bæði gyðingum og heiðingjunum ljósið. Þegar Páll var hér komin í vörn sinni, segir Festus hári raustu: Óður ert þú, Páll, þitt mikla bókvit gerir þig óðan. Páll svaraði: Ekki er ég óður, göfugi Festus, heldur mæli ég sannleiks orð af fullu viti. Konungur kann skil á þessu og við hann tala ég af einurð. Eigi ætla ég að honum hafi dulist neitt af þessu, enda hefur það ekki gerst í neinum afkima. Trúir þú, Agrippa konungur, spámönnunum? Ég veit að þú gerir það. Þá sagði Agrippa við Pál: Með litlu hyggur þú að geta gert mig kristinn. En Páll sagði: Þess bið ég Guð, hvort sem lengur dregst eða skemur, að ekki einungis þú, heldur og allir sem til mín heyra í dag, verði slíkir sem ég er að frátöldum fjötrum mínum. Þá stóð konungur upp og landstjórinn, svo og Bernike, og þeir þar sátu með þeim. Þegar þau voru farin, sögðu þau sín á milli: Þessi maður fremur ekkert sem varðar dauða eða fangelsi. En Agrippa sagði við Festus: Þennan mann hefði mátt láta lausan, ef hann hefði ekki skotið máli sínu til keisarans. Postulasagan, 27. kapli. Þegar ákveðið var að við skyldum sigla til Ítalíu, voru Páll og nokkrir bandingjar aðrir seldir í hendur 100-höfðingja Júlíus hét úr hersveit keisarans. Við stigum á skip frá Adramítium sem átti að sigla til hafna í Asíu og létum í haf. Aristarkus, makedónsku maður frá Þessalóniku, var okkur samferða. Á öðrum degi lentum við í Sídon. Júlíus sýndi Páli þá mannúð að leyfa honum að fara á fund vina sinna og þiggja umönnun þeirra. Þaðan létum við í haf og sigldum undir Kýpur því að vindar voru andstæðir. Þá sigldum við yfir hafið undan Kilikíu og Pamfíliu og komum til Míru í Líkíu. Þar fann 100-höfðinginn skip frá Alexandríu sigla átti til Ítalíu og kom okkur á það. Siglingin gekk tregt allmarga daga. Komumst við með herkjum móts við Knítus, en þar bægði vindur okkur. Þá sigldum við undir Krít við Salmóne. Við beittum þar hjá með naumundum og komumst á stað einn sem kallast Góðhafnir í grennd við borgina Laseu. Enn leið drjúgur tími og sjóferðir voru orðnar hættulegar, enda komið fram yfir föstu. Páll vildi því vara þá við og sagði við þá: Það sé ég, góði menn, að sjóferðin muni kosta hrakninga og mikið tjón, ekki einungis á farmi og skipi, heldur og á lífi okkar. En 100-höfðinginn treysti betur skipstjóra og skipseiganda en því Páll sagði. Höfnin var óhentug til vetrarlegu. Því var það flestra ráð að halda þaðan ef þeir mættu ná Fönix og hafa þar vetrarlegu. Sú höfn á Krít og veit til út suðurs og út norðurs. Nú rann á hægur sunnanvindur. Hugðust þeir þá hafa ráð þetta í hendi sér, léttu akkerum og sigldu fram með Krítnær í landi. En áður en langt leið skall á af landi ofan fárviðri, hinn illræmdi landnyrðingur. Skipið hrakti og var því ekki beitt upp í vindin. Slóum við undan og létum reka. Við hleyptum undir litla ey sem nefnist Káta. Þar gátum við með naumindum bjargað skipsbátnum. Þeir náðu honum upp og gripu til þeirra ráða sem helst máttu til bjargar verða og reyrðu skipið köðlum. Þeir óttuðust að þá myndi bera inn í syrtuflóa, því felldu þeir segl og létu reka. Daginn eftir hrakti okkur mjög undan ofviðrinu. Þá tóku þeir að ryðja skipið og á 3. degi vörpuðu þeir fyrir borð með eigin höndum búnaði skipsins. Dögum saman sá hvorki til sólar né stjarna og ekkert lát varð á ofviðrinu.
tók þá að þrjóta öll von að við kæmumst af. Nú höfðu menn lengi einskis matar neitt. Þá stóð Páll upp meðal þeirra og mælti. Góðir menn, þið hefðuð átt að hlíta mínu ráði og leggja ekki út frá Krít. Þá hefðu þið komist hjá hrakningum þessum og tjóni. En nú hvet ég ykkur til að vera vonglaðir, því engin ykkar mun lífið týna, en skipið mun farast. Því að á þessari nóttu stóð hjá mér engill þess Guðs sem ég heyri til og þjóna og mælti. Óttast þú eigi, Páll, fyrir keisaran átt þú að koma. Guð hefur gefið þér alla þá sem þér eru samskipa. Verið því vonglaðir, góðir menn. Ég treysti Guði að svo muni fara sem við mig hefur verið mælt. Okkur mun bera upp á einhverju eyju. Á miðnætti, þegar við höfum hrakist Adríahaf í hálfan mánuð, þóttu skipverjar verða þess varir að land væri í nánd. Þeir vörpuðu grunnsökku og reyndist dýpið 20 faðmar. Aftur vörpuðu þeir grunnsökku litlu síðar og reyndist dýpið þá 15 faðmar. Þeir óttuðust að okkur kynni að bera upp í kletta og köstuðu því 4 akkurum úr skutnum og þráðu nú mest að dagur inni. En hásetarnir reyndu að strjúka af skipinu. Þeir settu bátinn útbyrðis og þóttust vera að færa út akkeri úr framstafni. Þá sagði Páll við 100-höfðingjan og hermennina. Ef þessir menn eru ekki kyrrir í skipinu, getið þið ekki bjargast. Hermennirnir hjuggu þá festar bátsins og létu hann fara. Undir dögun hvatti Páll alla til að neita matar og sagði: Þið hafi nú þraukað hálfan mánuð fastandi og matarlausir. Það nú mitt ráð að þið matist. Þess þurfið þið ef þið ætlið að bjargast. En engin ykkar mun einu hári týna af höfði sér. Að svo mæltu tók hann brauð, gerði Guði þakkir í allra augsýn, braut það og tók að eta. Urðu nú allir hressari og fóru líka að matast. Alls vorum við á skipinu 276 manns. Þá þeir höfðu etið sig metta, léttu þeir á skipinu með því að kasta kornfarminum í sjóinn. Þegar dagur rann, kenndu þeir ekki landið, en greindu víkeina með sandfjöru. Varð það ráð þeirra að reyna að hleypa þar upp skipinu. Þeir losuðu akkerinn og létu þau eftir í sjónum, leystu leið stýrisböndin, undu upp framseglið og létu berast undan vindi til strandar. Þeir lentu á rifi, skipið strandaði, stefnið festist og hrærðist hvergi, en skuturinn tók að liðast sundur í hafrútinu. Hermennirnir ætluðu að drepa bandingjana svo að enginn þeirra kæmist undan á sund. En 100-höfðinginn vildi forða Páli og kom í veg fyrir ráðagerð þeirra. Bauð hann að þeir sem syndir væru skyldu fyrstir varpa sér út og leita til lands, en hinir síðan ýmist á plönkum eða braki úr skipinu. Þannig komust allir heilir til lands. Postulasagan, 28. kafli. Nú sem við vorum heilir á land komnir, fengum við að vita að eyjan hét Malta. Eyjarskeggjar sýndu okkur einstaka góðmennsku. Þeir kynntu bál og hlynntu að okkur öllum, en kalt var í veðri og farið að rigna. Páll tók saman hrísvöndur og lagði á eldinn, skreið þá út naðra undan hitanum og festi sig á hönd hans. Þegar eyjarskeggjar sáu kvikindið hanga á hendi hans, sögðu þeir hver við annan. Það víst að þessi maður manndrápari, fyrst refsinornin lofar honum ekki að lifa, þótt hann hafi bjargast úr sjónum.
En hann hristi kvikindið af sér í eldinn og sakaði ekki. Þeir bjuggust við að hann myndi bólna upp eða detta sviplega dauður niður, en þá þeir höfðu beðið þess lengi og sáu að honum varð ekkert meint af, skiptu þeir og sögðu hann Guð vera. Í grennd við stað þennan átti Búgarð æðsti maður á eynni, Publius að nafni. Hann tók við okkur og hélt okkur í góðu yfirlæti 3 daga. Svo vildi til að faðir Publiusar lá sjúkur með hitaköstum og blóðsótt. Páll gekk inn til hans, baðst fyrir, lagði hendur yfir hann og læknaði hann. Eftir þetta komu aðrir þeir sjúkir voru á eynni og voru læknaðir. Höfðu þeir okkur í hávegum og við skildum sigla, gáfu þeir okkur allt sem við þurftum til fararinnar. Að liðnum 3 mánuðum lögðum við til hafs á skipi frá Alexandríu sem legið hafði við eina veturinn og bar merki tvíburanna. Við tókum höfn í Sýrakúsu og dvöldumst þar 3 daga. Þaðan sigldu við í sveig og komum til Regíum. Að degi liðnum fengum við sunnanvind og komum á öðrum degi til Puteoli. Þar hittum við trúsiskinn og báðu þau okkur að dveljast hjá sér í viku. Síðan héldum við til Rómar. Kristir menn þar fréttu okkur og komu til móts við okkur allt til Appiusartorgs og Þríbúða. Þegar Páll sá þá, gerði hann Guði þakkir og hrestist í huga. Við vorum komnir til Rómar var Páli leyft að búa útaf fyrir sig með hermanni þeim sem gætti hans. 3 days later, he called together the leaders of the Jews. Eftir 3 daga stemdi hann saman helstu mönnum gyðinga. Þegar þeir voru samankomnir sagði hann við þá: Bræður, ekkert hef ég brotið gegn þjóð okkar eða siðum feðranna, en samt ég fangi, framseldur Rómverjum í Jerúsalem. Þeir yfirheyrðu mig og vildu láta mig lausan af því að á mér hvíldi engin dauðasök. En gyðingar mæltu á móti og neyddist ég til að skjóta máli mínu til keisarans. Ekki þó til þess að ákæra þjóð mína. Sakir þessa hef ég kallað ykkur hingað að ég mætti sjá ykkur og tala við ykkur. Því vegna vonar Ísraels ber ég þessa hlekki. Þeir svöruðu: Við höfum ekki fengið bréf þig frá Júdeu og eigi hefur heldur neinn bræðranna komið hingað og birt eða talað nokkuð illt þig. Rétt þykir okkur að heyra hjá þér hvað þér býr í huga, en það okkur kunnugt flokk þennan að honum allstaðar mótmælt. Þeir tóku til dag við hann og komu þá mjög margir til hans þar sem hann dvaldi. Frá morgni til kvölds skýrði Páll og vitnaði fyrir þeim Guðs ríki og reyndi að sannfæra þá Jesú, bæði eftir lögmáli Móse og spámönnunum. Sumir létu sannfærast af orðum hans, en aðrir trúðu ekki. Fóru þeir burt ósamþykkir sín í milli, en Páll sagði þetta eitt: Rétt það sem heilagur andi lét Jesaja spámann segja við forfeður ykkar. Far til líðs þessa og seg þú: Með eyrum munu þér heyra, en alls eigi skilja, og sjáandi munu þér horfa, en ekkert sjá. Því að hjarta líðs þessa sljótt orðið, og illa heyra þeir með eyrum sínum, og augunum hafa þeir lokað, svo að þeir sjái ekki með augunum, né heyri með eyrunum, og skynji með hjartanu, og snúi sér, og ég lækni þá. Nú skuluð þið vita að Guð hefur sent heiðingjunum þetta hjálpræði sitt og þeir munu hlusta.
Full 2 ár var Páll þar í húsnæði sem hann hafði leigt sér. has been sent to the Gentiles. And they will listen. For 2 whole years, Paul stayed there in his own rented house and welcomed all who came to see him. Hann boðaði Guðs ríki og fræddi drottin Jesú Krist með allri djörfung, tálmunarlaust.